Já, velkomin að borðinu. Nú það sagðar fréttir. Við höfum aðeins breytt prógrammi hjá okkur í sumar, svolítið í tilefni af því að Ríkissjónvarpið ætlar að sýna okkur bara fótbolta klukkan 7 þegar vanalega fréttir hjá þeim. Það ekki fréttir í Ríkisútvarpinu fyrir klukkan 9, en við ætlum að segja hérna fréttir á meðan klukkan 7. Og þau sem eru hérna til að segja fréttin eru Sigurjón Magnús Egilsson. Já, góðlið. Og María Lilja Ingvildardóttir Þrastardóttir Kemp. Já, hei. Herðu, Þú gleymdir að segja eitt, sko. Við ætlum að vera til 21 eða til 9. Já. Það verður þess að við segjum fréttir og svo ætlum við að halda áfram að vera með svona frétta umfjöllun. Það kemur hérna á eftir Grímur Atlason, ætlar að tala eina fréttum dagsins. Og meira það að Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, kemur hérna og talar mál sem hefur verið mikið rætt að saksóknari ákvað að ákæra ekki menn sem höfðu misnotað þroskahefta konu. Og svo hérna í lokin kemur hann Guðmundur Hrafn Arngrímsson. Við ætlum að tala við hann tvennt, annars vegar húsnæðismarkaðinn, hann formaður Leigjendasamtakanna, en líka svona hversu veikt mörg sveitarfélög standa gagnvart svona ásælni auðugs fólks til virkjana. Við höfum rætt það núna út af vindmyllunum í Garpsdal, en Guðmundur Hrafn strandamaður og hann þekkir deiluna Hvalárvirkjun. Þannig við ætlum að enda þáttinn á því. Þannig það margt í boði hérna. En fyrst ætlum við að byrja fréttum. Já, hvað sem við gera það. Og aðalfrétt dagsins, finnst okkur verða bara okkar eigin frétt sem að þú skrifaðir, María Lilja. Geðfallaðir vanræktir af eftirlitslausu einkafyrirtæki. Hvað þetta? Já, þetta nú svolítið sorglegt mál. Ég gerði svo fræg að taka að mér næturvakt á dögunum, eða núna bara á mánudaginn, á Bjargi, sem er þetta vistheimili eða þetta er einhverskonar búsetu kjarni fyrir geðfallaða menn sem að margir hverjir hafa búið þar bara í 30-40 ár. Þetta heimili hefur einhvern veginn svona ég svona poppað upp í umræðunni alltaf annað slagið. Það hefur verið staðið alls konar styr reksturinn, hverjir eigi að sjá mennina, hverjir byrja ábyrgð á þeim og þar fram til göttunum. Ásmundur Einar sem þá var barnamála og velferðarráðherra, hann samdi svo við þetta fyrirtæki Mannvirðingu sem er einkafyrirtæki í einhvers konar svona heilbrigðisrekstri. Þeir eru með svona svona afplánunar úrræði hérna við Reynimel en svo og reka svo þetta. En á þessum stað ríkir mikil neyð og þess vegna var ég kölluð til hérna á næturvakt bara fyrir algjöra tilviljun vegna þess að það var hreinlega ekki til mannskapur til þess að manna þarna vaktir og mér brá nú bara töluvert yfir því sem að ég sá. En það svona töluverð og mikil og langt gengin vanræksla og svona margt sem að bara áhreinlega ekki liðast. Töluverð langt á því tíman því að þú vísar í gamla fréttir. Við erum hérna með fyrirsögn á frétt frá 2018. Já. Þeir einfallega gleymdust í kerfinu. Frá 2018 og það er ekki 7 ár síðan það var. Jú. Þeir eru ennþá gleymdir í kerfinu. Þeir eru bara ennþá gleymdir. Þetta er á Seltjarnarnesi svo komið fram, það er gleymdist. Já, á Seltjarnarnesi. Þetta er Bjarg, þetta er sögufrægt hús. Já. Og hefur verið áður tengst svona skandölum í svona umönnunar geranum. Jú, það er mikið rétt. Það er rétt. En hvernig stendur á því að það hefur verið að benda á þetta og svo gerir þetta ekkert? Veistu það? Það er svolítið það sem ég kannski var að velta fyrir mér í þessari grein sem við er á samstöðum.is og hægt að lesa. Það er svona, hvernig við komum fram við veikt fólk og fólk með fatlanir. Þessi vanvirðing, þessi svona kerfislæga vanvirðing í garð fatlara og einmitt, þau bara gleymast. Það er svona eins og þau sem að einhvern veginn þurfi kannski bara sína málsvara, eða sem sterkasta málsvara, þeir einhvern veginn hafið þá ekki. Fórstuðum að þessa fyrirtæki sem heitir Mannvirðing, eða ekki fyrirtækið? Jú. Hann var í fréttunum þegar voru gerðar miklar athugasemdir við réttargæsludeildina inn á Kleppi. Þá var hann yfirmaður, fór í frí, kom aldrei aftur, stofnaði þetta og er núna að reka þetta. Já, mikið rétt. Ég er enda með eina svona auka frétt þetta. Það er að það var kona sem var næturvakt þetta og svo var hún bara komin á eftirlaun og hætti. Og einhver annar starfsmaður var að velta fyrir sig hvort að sækja næturvaktirnar. Ég held kannski að veri betri peningur í þessu og fekk að sjá launaseðlinn hennar. Þá kom í ljós að hún hefði allan tíman verið bara á dagvinnulaun. Aldrei verið á næturvinnu eða vaktálagi. Tók næturvaktir. Já, árum saman.
og núna er búið að kæra þetta mál til Eflingar. Þannig að ég býst við að við munum heyra frá Bjargi töluvert síðan. Grímur Atlason kemur hérna, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Jú, ég get sagt fyrir, eftir þessa nætuvægt þá var mér misboðið og ég heyrði í Grími Atlasinni sem brást hratt við og mér skilst að réttindagæslu maður fatlara hafi komið þannig að í morgun og það sé eitthvað farið að hreyfast. Það var maður hann rúmliggjandi án allra stóðtækja upp á annara hæð. Það veikur að hann komst ekki sjálfur fram úr en sem að var, ég lá bara þannig að þeir virðist og horfði á iPad sem að starfsfólkið setti á fyrir hann á mótnana. Hann vist komin út af heimilinu, hann var tekin í burtu með sjúkrabíl, þannig að það eru vendingar í þessu máli sem betur fer. En ástæðan fyrir að þú ert að fjalla um þetta eiginlega tilviljun. Þú bara tekur að þér þessa næturvakt og það bara rennur upp fyrir þér að þetta ekki í lagi. Já. Og þá verður til svolítið svona aðrisur frétt að fréttamaðurinn hann eiginlega, þetta svo Gunther Wallraff, ég minn ekki hvort þið mér eftir honum, sem að fór einhvers staðar á svæði og aflaði sér upplýsinga og mér finnst þetta mjög skemmtilegt að hérna fréttamaðurinn sem vitni, sem við gleymum ofta að blaðamaðurinn náttúrulega vitni. Ef hann fer á einhvern stað og sér eitthvað, þá getur hann bara skrifað og sagt frá því. Hann ekki að hringja í almannavarnir og spyrja hvort það sé fá staðfestingu á eigin upplifun. Já, en eins og sagt áðan að þessi fréttin sjálf, hún inn á samstöðum.is og hún mjög fín. Frábær frétt. Kemur svolítið ávart. Já, og við regnum með að við munum eitthvað fjallum þetta mál í framhaldinu. Já, og svo hérna eftir fréttinnar að þá kemur Grímur Atlason og þið ætla að ræða við hann um þessa stöðu. Herðu, en kannski svona fréttin sem var víðast sögð frá, það var að Hæstiréttur staðfesti dómundirréttar að það væri ekki virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun. Mér finnst svona svolítið skringilega sagt frá þessu. Forstjóri Landsvirkjunar kemur fram og segir að það sé eitthvað svona orðalagsbreyting sem að eitthvað svona málskilningur í þingmönnum árið 2011. Ég held að þetta sé ekki rétt hjá honum. Sko málið að þá fer inn í lög sem að kemur frá Evrópusambandinu sem að að ef þú reisir svona virkjun eða eitthvað svona stórt mannvirki sem hefur áhrif á svona vatnasvæðið. Nú heitir þetta heitir einhverju skringilegu nafni núna, vatnslota. En það eiginlega svona eins og vatnasvæði. Og þú mátt ekki raska, þú verður að vera með eitthvað úttekt á því hvað áhrif þetta hefur á þú veist, á grunnvatnið og dýralífið og allt saman. Þetta bara mannkynið búin átt að segja því að þetta bara verðum að vernda vatnasvæði sem við höfum. En þau hafa aldrei gert þetta. Það hefur aldrei verið neitt sérstök úttekt á bakvið þessa virkjun sem að snýra þessu. Og það það sem að undirréttur sagði, nei, þið verðið að skila inn. Það samkvæmt lögum að það verðið að skila inn hvað áhrif virkjunin hefur á vatnslotuna eða vatnasvæði eins og við köllum áður og Hæstiréttur segir það sama. Þannig að þetta ekki svona smá misskilningur eða eitthvað klaufaskapur eða ónákvæmni í lagasetningu, bara alls ekki. En Hörður segir, forstjóri Landsvirkjunar, hann segir að þeir ætli sækjum aftur. Já, og það að ekki dóttinn. Nei, Jóhann Páll hefur sett lög, svona sérstök lög sem að getur flýtt fyrir. Þannig að það þarf ekki að fara í gegnum svona venjulegt ferli, heldur að taka eina virkjun fram fyrir og Alþingi bara veitir sjálft, held ég bara virkjunarleyfið. Ég held að það sé planið. Þannig að hann vill virkja eins og engi sem morgundagurinn og hann einhvern veginn segir að muni vera virkjað. En mér finnst bara umfjöllunum þetta vera mjög blekkjandi. Það verið að láta lítið út eins og það hafi verið bara einhver mistök og nú ætlum við bara að leiðrétta mistökin og virkja. Það ekki þannig, sko. Nei, en ráðherra verið svona að taka svolítið undir þennan málflutning að sér það verði bara, þessi dómur hafi ekkert engin áhrif á þessi plönum, virkjun. Ég held að það sé ekki rétt það. Nei. Ég held að sé ekki að taka svona lög bara úr sambandi og mér finnst það líka varasamt eða við erum að setja svona almenna reglur og svo ætlum við bara að hafa alltaf eitthvað svona sérstakar ákvarðanir. Alltaf gildi það ekki alltaf. Herðum, það málþófanir í þingi. Það voru fréttir það sem að vera að benda á það voru breytt form á ræðuhöldunir í þingi í 2009. Það ætlaði að stytta ræðutíma en þeir uppskáruðu mesta málþófslotur sögunar. Þannig að það kannski dæmi mistök í lagasetningu. Þetta ekki beint lagasetning, þetta reglu þingsköp Alþingis.
við klúðurum því. Já, þetta, ég var svona í hindsight, svo í sletti, þá er þetta nú kannski svolítið svona augljóst. Ég meina, fólk nennir auðvitað ekki að standa í því að flytja 20 mínútur, en það er rosalega auðvelt að taka hérna 52 mínútur. Það er Þorsteinn Sæmundsson í ræðustólunum, hann nú orðheppi maður og skemmtileg típa. En svo þar að það kemur Njáll Trausti með ræður með 65. Það er þvílík niðurlæging sem þessir þingmenn þurfa að þola. Hvað getur hann talað í 65 ræður? Ég held að allar þessar ræður hans muni fást í öllum betri hljóðfærabúðum fyrir jólin. Það gefur út á svona þreföld albúm. Já, hefnir, þetta er hægt að fá þetta svona í jólapakkan. Ég man að með mér að hlusta á ræðu Hitlers þegar ég var í menntaskóla. Þetta er alveg ótrúlegt og svo Jens Garðar Helgason, 49. röðina, Vilhjálmur Árnason, 54. og Ólafur Adolfsson 61. Þetta er ekki Hver er búið með flestar? Hver er leiðir? Ég held að Njáll Trausti sé þar sko. Ég sé ekki fleiri nöfn núna. En Bergþór er eflaust, hann er ekki á mælindarskránum núna. Hann kemur inn á hana eftir bara. Ég tók upp það sem Ólafur Steffensen hafði skrifað á Facebook og gerði það frétt hjá okkur. Það sem hann sagði að fólk fengi á tilfinninguna að pólitík væri hlægilegur skrifalegur og þingstörfin algjör tímaðisla. Það er eiginlega það sem er auglýsingin Þannig að verið að grafa bara undan, ég veit ekki hvort Alþingi hafði mikla virðingu. Það var reynd að komið svona nána 30% af fólki sem hafði bara virðingu fyrir Alþingi. En það hefur lækkað ávíla. Ég hitti Ingibjörgu Davíðsdóttur sem ég aldrei tala við fyrir þá. Í morgun við vorum bæði að viðra hundan okkar. Og ég stoppa bara, ertu ekki Ingibjörg Davíðsdóttir? Jú, og kynnti mig og hvort hún vildi koma eitthvað í kvöld. Nei, ég verði alveg bundin í þinginu. Komið upp í 5.-7. hvert skipti. Já, það er svo stutt að ræða núna, sko. En við erum alltaf að stríða stjórnarandstöðunni, sem er nálega svo sem skiljið. En mér finnst það ágætt hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur að benda á það að lítið færi fyrir sleggju Kristrúnar með fréttum það. Munið ekki eftir auglýsingunum sem að Kristóf Frostadóttir var með fyrir réttum mér sleggjuna, ekki hamarinn hans Bjarna. Og þá var alltaf að sýna hvernig alltaf að berja niður vextina. Verðbólguvexti. Síðan hafa vextir lækkað held ég 0,5%. Og ég held að sé allir saman að vextir muni ekki lækka það sem eftir árinu. Það er sannlega ekki. Þannig að Kristrúnin er ekki að berja niður vextina. Nei. Mér finnst alltaf að minna fólk á svona. Af því að kosningar fara fram, að fólk leggur fram einhvern kosningalofur og svo kýs fólk. Og ef fólk er bara langt frá því að standa við það, þá er sjálfsagt að minna á það. En má ég aðeins, að því við erum að tala um pólitíkina, að Lilja Rafni var í gærkvöldi og þá segir hún, tekur undir með Grétari Mar það að stjórnarandstaðan sé svona strengjabrúður frá LÍÚ. Þannig að stór orð látum falla, en hún sagði þetta ekki óvart, hún bara þessar skoðunar og gott hjá henni. Ræðum við það eilítið seinna, en það var ein frétt að 40% Íslendinga trúa á djúpríki og telja norræn og kristin gildi eigi undir högg að sækja. Hvað finnst ykkur þetta? Ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er nú kannski svolítið svona í takt við þessa svona upplýsingaóreiðu sem að hefur farið mikið fyrir á samskiptamilum eins og Facebook og svona og ég meina upprisu ykkur á svona hópa eins og Ísland þvert og flokka sem að sem telja sig verið að vernda ykkur gildi. Þau ná aldrei 40%. Nei. En 40% Íslendinga trú á djúpríkið. Já, en er það ekki bara eins og ég var nefnilega áðan með útgerðin sem Já, það er málið, sko. Já. Það er að djúpríkið er ekki efnalögin í Washington sem að var ekkert verið að tala um, að það væri verið að selja börn. Djúpríkið er náttúrulega að það er LÍÚ og fleiri sem að stýra þessu stjórnmálaflokkum geta ráðið því að stjórnarandstaðan eins og leggur sig að gera sig fíbli dag eftir dag. Bara vegna þess að... Ég veit það að fólk úr þeim hópi hefur sett stein í götu okkar bekkja til dæmis. Já. Það er bara... Og það er svolítið þannig að ef að þú aktar ekki með djúpríkinu þá þá veistu að lífið verður aðeins erfiðara, sko. Ef þú aktar með djúpríkinu og ert bara ferð upp í ræðupúlt og talar máli LÍÚ og þá færðu eitthvað stöðu, þú getur ekki að orðið sendiherra og guðma þetta hvað ekki, sko.
Þannig að það kannski það sem flókið við þetta kannski að vita hvað djúpríkið í huga þeirra sem svara þessu, sko. Já, það nefnilega svolítið flókið, sko. Hvort verið að tala spillinguna eða innleiða spillingu eða eitthvað allt annað? Innleiða spillingu, held ég. Já, ég skil þetta þannig. Fréttina af RÚV skil ég nú svolítið einmitt á hinn veginn, sko, eins og það sé verið að tala þetta upplýsingaóreiðu og þá í tengslu við þetta kristin og norræn gildi og annað. Það sé saman. Þetta rannsókn sem að fjölmiðlanefnd framkvæma. Ég veit ekki til hvers hún ég veit ekki til hvers hún reka fjölmiðlanefnd, bara veit það ekki. Herðu, en það var önnur svona skoðanakönnun. Það eru 69% styðja veiðigjaldafrumvarpið. Það sem náttúrulega merkilegt fyrir frétt það eru bara 17% sem eru á móti því. Þannig að stjórnarandstöðu þingmennirnir sem að tala þarna frá sér vit og rænur. Og það kom fram að í miðflokkurum það er bara 50-50. Þannig að miðflokksþingmennirnir eins mikið og þeir leggja sig fram í þessu. Þeir eru bara að þjóna helmingnum af sínum kjósendum. Sjálfstæðisflokkurinn er að þjóna svona 2/3 af sínum kjósendum. Það er eiginlega líklegast að finna fólk sem er á móti hækkun veiðigjalda inn í Sjálfstæðisflokknum. En Framsóknarflokkurinn komst ekki að blað, ástæðan er svo hann er svo lítill að það er ekki hægt að draga ályktanir af. En ég held að við vitum öll, sko, að það er eiginlega ólíklegast að finna stuðningsmenn eða andstæðinga veiðigjaldafrumvarpsins í Framsókn af þessu 3 flokkum. Þannig ég veit ekki hverjum þeir eru að þjóna, sko. En það gerir það ekki allir. Hún var Halla Hrund í gær. Já, hún aðeins ekki þátt í þessu. Hún sagði það alveg 4 sinnum, ætlaði ekki að gera meira. Já. Hún var ekki neinu hún vildi bara koma fram tilteknum atriðum í umræðuna eins og þingmenn eiga að gera. Þannig hún ætlar ekki að taka þátt í þessu. Já, ok. Herðu, það eru fréttir frá Úkraínu, Rússar herða árásir. Þetta, ég ræddi í gær við hann Hilmar Þór Hilmarsson, við ræddum aðeins stöðunni í Úkraínu og þau munið eftir að það voru fréttir af því að Bandaríkjamenn ætla að hætta að senda tiltekin vopn til Úkraínu og það eru svona Patriot-flaugar sem eru notaðar í loftvarnarkerfinu. Ástæðan var svo að það gekk svo illa hjá Ísrael í þessu 12 staða stríði við Íran að þeir eru bara að hætta vegna þess að þeir eittu svo mikið af flaugum við að reyna að verja en tókst það samt ekki. Þannig að Bandaríkjamenn sögðu þessu svo að það er bara mikilvægur að verja Ísrael þannig að við ætlum að hætta að senda til Úkraínu. Og loftvarnir Úkraínumanna eru að bresta og Rússar eru að sækja fram sem er bara verðt að hafa í huga því að stundum heyrum við einhvern veginn svona það sé bara kortir í því að efnahag Rússlands hrynji saman eins og var leiðar í Moggas í gær til dæmis og svona verið að segja okkur að þú veist eins og Vesturveldin séu að vinna Rússland á vígveldinu, það bara er ekki þannig og bara ágætt að fólk hafa í huga og því miður fá við oflítið af fréttum af vígveldinum. Mannréttindadómstóllinn í Evrópu úrskurðaði Rússar hafi framið mannréttindabrot í Úkraínu þarna 2014 þegar þeir aðstoða aðskilnaða sinna við að skjóta niður flugvél. Þetta er fyrsta sinn sem kemur úrskurður þetta stríð. Þannig að flugvélina sem voru margir hollendingar eða ekki? Jú. Já. Herðu, við viljum ekki tekið fréttir úr DFF en það er ein fréttin úr DFF sem það er stríð sem að íbúar á Flensborgarhöfn. Þú veit nú að þarna verði Sigurður, þú veist hvað þetta er. Já, ég veit það. Það er Og þeir höfðu betur og mér finnst þetta merkileg frétt vegna þess að þarna kemur fram að það eru íbúarnir sem eru að kvarta. Það er aðalskipulag og það mátti vera þarna eitthvað 3 hæða hús og svo alveg yst mátti vera 1 4 hæða en síðan koma verktakarnir og suða eins og gera orkureitnum og heklureitnum og alls þar suða og allt í einu er þetta bara orðið gríðarlegt magn langt út fyrir aðalskipulag sem er búið að samþykja deiliskipulaginu inn í bænum og íbúarnir sættist ekki við þetta og þeir unnu. Já. Er þetta ekki svolítið svipað og þau eru svona nokkur með svæðið við Slipp, það er svona annað svona máli upp sig. Já, í Vesturbuktinni. Já, í Vesturbuktinni. Já, þetta er það sem Ísfélag Hafnarfjarðar var og er núna svona fólk sem er að vinna alls sköpun og sem er til húsaða núna, ég hef farið inn og skoða þetta og þarna er sem sagt, og það sem að Slippstöðin Dröfn var ekki þetta. Þetta er sem sagt, það verið að taka sjávarútsýni af íbúðum. En þú átt aldrei útsýni.
Það er eitthvað aðalskipulag, það verður að gilda, sko. Já. Þú getur ekki bara því að ég held að ég ekkert sagt það hérna, sko, að svona verktakar sem fá svona svæði, þeir ráða sko bara 2 eða 3, bara helst leiðilustu menn í heimi til að liggja í byggingafulltrúa og suða því að bara ein aukahæð þarna, þetta er bara sko 10 milljóna, 100 milljóna, sko. Já. Og þetta aðeins þarna og svo allt í einu byggist hverfið. Þetta eru skuggar, sólin kemst ekki nema fyrir ofan 3. hæð, allt of þétt. Við erum verið með umfjöllunum hérna, þetta er orðið sko heilsuspillandi húsnæði sem er byggt. Þegar við vorum hérna á pressunni á sínum tíma, þá skrifaði ég hvað ég svona var breytt í Kópavogi. Það var bætt 1 hæð ofan á nokkur fjölbýlishús. Og svo kom í ljós að bæjarstjórinn eða formaður bæjar á þá og eitthvað átti hluta í þessu. Úps, hann var búinn að gleyma því. Hann var búinn að gleyma því, hann ætti það. Nei, ég hef farið, sko, allir að vill fyrir mér, sko. Hann hefur verið farin út, ég var með alla pappíra, sko. Þannig að það gekk ekki. En samt hækkuðu húsinn. Við óskum nágrannunum við Flensborgarhöfnina til hamingju með að hafa lagt þarna fyrir bæ. Það voru fréttir þegar Helgi Seljan var á heimildinni, þá skrifaði hann töluvert mikið mann sem heitir, hvað heitir hann? Alexander Moselski, sem er kjörræðismaður Íslands í Belarus. Hann er svona besti vinur aðal Lukashenko. Og svolítið svona shaky businessmaður, en Íslendingar hafa verið voðalega hrifnir á honum. Og hann er okkar fulltrúi í Belarus. En hann er núna komin í heimsfréttirnar vegna þess að hann er komin í viðskiptaþingarnir í Póllandi. Pólverjar sjá í gegnum hennar mann, þótt að ég held að sé ennþá að lista í utanríkisráðuneytinu sem okkar kjörræðismaður í Belarus. Ég ætla allar að spyrja mig eitthvað nánar Belarus, þangað hef ég komið. Já, en þú manst ekki mikið eftir að það er ekki eitthvað svona fótboltaferð Ég skrifaði 2 tímar þetta greina. Ég hef alveg heyrt sögur að þessari ferð Káringar, það var mikið drukkið. Já, það myndi, ég skrifaði hvað sem var, það myndi enginn hvað framfór. Önnur svona frétt sem að var svolítið við fjöllum svolítið mikið ekki mikið, við fjöllum einhver reit það við Rauðaborðið, sem er kvikmyndaskólinn sem lagnaðist upp og dó. Og það voru fréttir í Ríkisútvarpinu þetta. Hlustuðu þær? Já, svona, ég vissi að henni, að skólinn hafi fengið 75 milljónir frá ríkinu áður en að fyrir síðustu kosningar, þó hann hefði ekki haft svona einhverja vottun. Nei, hann náði nefnilega mitt á milli, hann var framhaldsskóli, en svo einhvern veginn til þess að fá einhverja viðurkenningu þá var hann að vera háskóli, en það kláraðist aldrei að fá þá viðurkenningu, þannig að hann dinglaði svona í kerfinu. Og einhverjir voru að reyna að láta hann fá okkur að peninga þótt að það hefði verið, ég veit það ekki. Sko, nú var ég nefandi í eina önn í Kvikmyndaskóla Íslands árið 2007 og þá var verið að tala að hann yrði færður upp á háskóla og þannig að þetta er ekkert smá tími sem hefur farið í þetta. Það var engin háskóli sem vildi styðja hann í því. Listaháskóli vildi hann ekki og Háskóli Íslands vildi það ekki. Ég heldur að við haft helst draum það. En það bara gekk ekki, sko. En mér skilst að skólinn haldi áfram. Já, en ekki í sama formi, sko. Ég held að þetta sé ákveðið menningarslys að það sem var búið að byggja hann upp munið deyja. Ég talaði við Böðvar Bjarka sem er nú stofnandi skólans og svo talaði ég líka við Friðrik Þór Friðriksson sem hefur nú svona verið tengst lengi. Og þetta er mjög sorglegt að svo uppbygging sem hafi verið þarna því að mörguleiti var þetta gott nám og þetta var í tengslu við erlenda kvikmyndaháskóla og stóð sér bara vel, en þetta bara fittaði ekki einhvern veginn inn í kerfið. Var óþægilegt fyrir menntamálaráðuneytið, engin annar skóli vildi teygja sig á móti þessu í einhverju svona furðulegri samkenni. Mjög mikil sorgarsaga. Herðu, enn ein viðurkenning að það má brjóta fötluðu fólki, sagði Alma Ýr Ingólfsdóttir. Við ætlum nú að tala við hana Önnu Láru hérna á eftir sem er framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, en Alma Ýr Ingólfsdóttir er formaður ÖBÍ. Og þetta er þetta ákvörðu saksóknara að ákæra ekki mennina sem að misnotuðu þroskaðasta konu.
og er svona beittu sko aflsmuni sko, það er mikið sterkari á svellin heldur en þessi blessuða konar. Nú hef ég skoðað þetta aðeins betur því að ég var hérna eftir. Ég var svona að velta þessu fyrir mér hvernig stæði á þessu og hugsaði að þetta væri nú ekki líklegt til sakfellingar en það sem að ég vissi ekki þá hérna fyrir 2 dögum þegar við vorum að ræða þessa frétt þá en veit núna er að það liggur fyrir að þeir höfðu allir vitneskju, það eru textaskilaboð mannan á milli sem að bara sína fram á það svart á hvítu að þeir vissu nákvæmlega hvað þeir voru að gera að konan væri ekki samþykk og þar fram til göttunum þannig að þetta er með ólíkindum. Við reynum að þú og Anna Lára reynið að fá aðeins skýrari botn í þetta. Júní sá heitasti frá upphafi mælinga í Vestur-Evrópu? Já, við höfum nú séð fréttir af því. Og eins líka, það var hérna í leiðindaveðri hér, þá var verið að tala við erlenda ferðamenn og brostaleg hringin, maður rók og rigning, maður alveg dásanlegt. Sko. Ég talaði við einnig út á stétt í gærkvöldi. Það var að spyrja mig hvort ég hefði farið í Bláalónið og ég sagði, nei, ég hef verið ekkert farið í Bláalónið og ég spurði þig hvort þú hefði verið fyrir 20 árum og við vorum bara að tala að fólki í Kaíró fer aldrei á píramítana sko. Þannig að við erum bara þvælustum heiminn í einhverju leiðindum að skoða sætsýni á hvort öðru. Við höfum engan á Bláalóninu en svo verður ekki að segja að vera okkur þar. Svo var ég fannst þannig ég var aðeins svona neikvæður hraunið svo fallegt og á Íslandi er stórkostlegt land og fallegt, ég er ekki að tala lítið um það. En svo er líka svalt hérna, þetta er hitabylgju frítt land, sagði ég. Og þá bara stóð út úr Guðsan, þá var hann að flýja bara hitabylgjur í Bandaríkjónum og hann bara svalinn sem var hérna, hann fannst þetta stórkostlegt. En ég held að þetta verði aðal útflutningsvari okkar. Evrópa bara brennur, það er fólk sem að... Við getum sagt með góðri samvisku, Ísland, kaldasta land í Evrópu. Já, bara hitabylgi, það er engin fræðilegum möguleiki að hinga að koma hitabylgja. Nei. Það sem við kallum hitabylgja er það ekki ef það fer yfir 13 eða eitthvað? Jó, ef það er svona yfir 16 gráður. Við erum búin að fá gott sumar það sem aðver. Já, en ekki, en við aldrei kalla það hitabylgju? Nei, samt er eitthvað starf sem er að mælast mest í hiti sem hefur mælst og svona, en nei, við erum ekkert í því. Þetta er bara búið að vera fínt sumar. Herðu, ég ætla að sýna ykkur hérna 2 úrklippur úr Mogganum. Já. Það er hérna fyrst frétt sem að er á hérna forsíðunni. Já. Og við erum búin á tíninni sko. Já. En þar er fullyrt að hérna Daði Már hafi brotið lög. Þið sjáu það þeir sem eru með sjónvarpið. Og hvernig fórum við því? Það er vegna þess að þegar var verið að bjóða út Íslandsbanka þá sagði hann þetta að vera góð fjárfesting. Og Mogginn vill hérna meina að það sé brot á lögum. Orð fjármálaráðherra á svig við lög. Síðan þegar maður kemur inn í blaðið og þá kemur frétt þar sem að segir vandræði Daða Más vegna útboðs Íslandsbankabréfa, yfirlýsingin og örgustu fjárfestingarnar í miðju útboði var tæplega lögmætt. Þetta kannski skiptir engu sérstakum máli. En Mogginn er bara orðið svolítið mikið svona. Það er eitthvað lögbrot á forsíðu og svo þegar þú kemur inn þá getur ekki staðið við þetta. Sko. Nei, það sem er kannski fyndnast í þessu það er Hildur Sverrisdóttir sem að spyr hann út í þetta. Hérna, hún er þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins en bara við munum öll eftir því hvernig fyrri Íslandsbankasalan gekk fyrir sig og þar var raunveruleg brot að ræða. Þetta er svolítið svona petti. Engan á þeim. Nei, ég myndi að segja það. Þetta er svolítið svona, hei, þú líka. Eða eitthvað svona, einhvern veginn, maður fara einhvern veginn svona þá tilfinningu að sé verða einhvern veginn klóra í bakkan fyrir gamla foringjan. Það var þetta sagt að vera besta einkavæðing sögunar. Einmitt. Herðu, sögum kemur eiginlega frétt fyrir þig, Sigrún. Já. Að þegar við vorum að tala gengi íslenska landsliðsins hérna og þú varst að tala að landsliðsþjálfarinn ætti að víkja. Hann fékk þessa spurningu á blaðamannafundi og hann sagði þetta heimskuleg spurning og dónaleg. Já, ég skil ekki manninn, sko. Nú? Nei, hann og ekki að vera alltaf að plammera þá sem spyrja bara að þetta bara sé ekki tími staðin í stund til að ræða það. Bara, þetta var bara rætt eftir að koma aftur heim eða eitthvað svona. En það var svo líka eftir fyrsta leikinn, sko, eða fyrri leikinn, en bara búin að nei, það er leikur í gangi það núna, held ég. Og þá hérna... Það er á morgun við Noreg. Já, það er morgun, já. En það er hérna...
Sko þá einhver var sagt við hann að á netmiðli væri meðal annars sagt og þá segir hann mér skít sama. Þetta ekki nógu gott sko. Landsliðsþjálfari verður aðeins að vera sko, hann þarf ekki að vera með bindi en hann þarf að vera svona. Hann verður að girða sig. Já, hann verður að vera svona og kunna sig í. Já, bara fólk svona sem á annað borð ætlar að vera í svona opinberu starfi. Það kannski ágætt að kunni að tala um blaðamenn. Já, við vonbrigðum með þetta en hitt hann er ekki náðu góðum árangri sko, liðið skora sáraselda mörk. Búin að fara í 2 leiki þarna og líka í aðdraganda mótsins og gátt ekki skorað í aðdraganda mótsins og alla síðan Margrét Lára hætti þetta eru fínt lið sko. það var eitthvað að þessu liði og það var ljóst í aðdraganda mótsins eftir á að hyggja en þeir sem að vinna við þetta hefðu samt átt að átta sig á því sko. Já, en það svona voru búin til of mikla væntingar að fyrsti leikurinn hann átt að vera bara sko við finna bara alveg sjálfsagt þurfum ekki að tala meira þurfum alltaf að fara inn á til að sækja hennar sigur ég með aðra frétt sem að því að þú nú gammal sjómaður Dettifoss vélavanna milli Íslands og Grænlands þetta alvarlegt mál við erum þetta veðri getur ekki hellt upp á kalt og ekki í matinn erum við ljósavél sko, sem sér rafmagnsvarmanneysluna þannig að þetta er bara eins og að lendi í svona fríi eða? Nei, hann er náttúrulega flatreka sem að þýðir? Að sjórinn, öldundar og vindurinn kemur á síðu skipsins. Getur hann ekki snúið upp í vind? Nei, hann hefur ekki enga vél til þess. Nú er ekki nú að bara stýra? Nei, þetta verður bara svona flatreka, þannig að það er ekkert... Þú ert sérfræðingur, ég vinn við að spyrja svo. Er það ekkert hættulegt fyrir svona farmskip? Nei, þeir hljóta að vera búinir að sko gera sjóklárt, þeir eru alltaf að gera vona á því að lendi mjög vondu veðrin, þeir verður semst alltaf að þetta er allt spennt niður með kæðjum og svona. En veitum við hvaða vara er á leiðinni til Grænlands með Dettfossi? Nei, þú vilja svo fyrsta sem spyrir þetta. Já, hvað er í gámunum? Kannski er það bara allir að bíða eftir ykkur. Já, það er það sem að ég veldi fyrir mig, það er einhver sem er hinum einn á bakkanum og enginn Dettifoss. Það sé þetta sumartískan og þau eru bara ennþá í vetrartískunni. Það er bara alveg glatað. Þannig að það verður bara útsala á hausttískunni. Já, það er önnur sjávarafrétt, það er nefnilega síðasta þorskastríðshetjan, hún fékk togaraklippur í kveðjugjöf, það er Haukur Davíð Grímsson sem var smyrjari í síðasta þorskastríðinu og þetta var merkilegt að síðasti maðurinn sem að vann hann byrjaði held ég bara 16 og 17 ára en hann er að hætta og þannig að þá eiginlega slitna svolítið tengsl landhelgisgæslunnar við þorskastríðin. Ég hugsaði þegar ég sá þetta að þetta er náttúrulega ættum að kannski vita meira um þorskastríðin en það vil svo til að koma söngleikur um þorskastríði sem á að setja upp í Háskólabíói í sumar. Eftir mann sem að þú þekkir, Hafstein Níelsson, frænd okkar. Já, frænd okkar. En þarna var íslenska þjóðin að berjast fyrir að ná yfirráðum yfir landhelginni og það var að trúa að það væri forsenda þess að við getum byggt upp öflugt og traust samfélag hérna heima. En síðan mistum við landhelginni eiginlega til Þorsteins Má og Guðmundar í Brím og við eigum ekkert að þessu. Við þurfum að fara í þorskastríð við þá. Ég held það. Já, og Skagfirðingana. Já. Þannig ég held að 5. þorskastríðið sé framöndan. En það er eitt sem ég langar að vita, hvað gerir smyrjari? Hann smyr. Ekki brauðið. Nei, hvað smyr hann? Er hann vélasmyrjari eða? Já, hann gerir náttúrulega meira en það. Þetta heitir smyrjari en hann er vandalega sér halda vélarúminu hreinu og slið sko. En það er að smyrja, þetta er svona pumpur sem að ganga og þetta verður vel smurt sko. Þetta er mikið. Þannig að einilegur í vélina. Það er ekki klikk á neinu. Er þetta ekki svona vinna sem að maður missir framan á fingrum og svona? Nei, María, ég held að þetta sé eitthvað sem að þú verður bara góð í sko. Já, ég get alveg verið smyrjari. Þetta er líka verið að smyrja brauðið sko. Já. Herðu, þetta eru fréttinnar. Nefnum við ætla að bæta ykkur við. Við ætla ekki að bæta ykkur við. Það fer alltaf eins og eldurinn sínu á Facebook, það sem að Guðríður nokkur setur inn á síðuna hjá henni Eddu Björgvins og hún ætlar að fjalla hérna aðeins um málþófið og veiðigjöldin. Við ætlum að enda fréttinnar á því og svo fáum við auglýsingar og svo ætlum við að tala við Grím Atlason. Yes. Jag gæðsist hún á leiðin til tenni við losna úr þessu anskoðan og alveg við í stjórnumótstöðinni lýðræði hvað? Við ráðum sig að því við höfum peningana og við ætlum að vera þarna
þangað til kemur tenniferðin. En ég svari að við vorum öll og næstu alltaf að gera kúk á tröppundur á Alþingi að þessu frekarnar og þykast ráða stjórnum. En við látum ekki vaði með okkur. Við eigum þetta. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Aðbúnaðan á Bjargi á Seltjarnarnesi? Jú, mikið rétt og hafði kjölfarið, ég tók hérna næturvætt á mánudag vegna, ég bara svona tilviljunar, fyrir tilviljun þá fékk ég símtal frá gamalli góður vinkonu sem að vinnur svona í þessum geira. Hún var þarna komið með einhverja ábyrgð í hendurnar sem hún reiði ekkert við og var búin að vera þarna í 30 og okkar klukkstundir með viðvöru á þessu heimili. Hún bað mig að koma og taka við af sér en ég nú svona reynslu úr fyrnd af vinnum geðföllum þannig að ég stökk til og hérna mér brá því að það var ekkert þarna eins og maður á að venjast og aðbúnaður mannana var svona bara skelfilegur eiginlega má segja. Ég hafði svo samband við Grím eftir að vaktinni lauk og hérna sem að svo setur eitthvað ferli í gang. Er það ekki rétt skiljumir? Já, ég veit að svo sem ekki hvort að ferlið fari í gang því að það svo lítið eftirlit á Íslandi með stofnunum þar sem að fólk dvelur og sérstaklega fólk sem hvað jaðarsettast í samfélaginu og á þetta höfum við bent í mörg ár og árið 2021 var skipaði forsætisráðherra nefnd sem að var falið að skoða hvort það veri ástæða til þess að rannsaka aðbúnað fullorðina með fötlun og þroskahömlun og geðfötlun aftur í tíman og sú nefnd starfaði í 1 ár tæplega og skilaði af sér skýrslu þar sem að lagt var til bylins að það veri full ástæða til þess að setja á laggirnar rannsóknarnefnd á vegum þingsins til þess að skoða aðbúnaðinn aftur í tíman og aðbúnaðinn í nútímanum. Og þá kannski það sem að þetta gott að gera upp söguna og allt það, en nútíminn bara ekki í góðum málum og við höfum bara ekki staðið okkur vel. Þetta hópur sem að hefur verið bara algjörlega á jaðrinum og við höfum ekki mikið skipt okkur á en við vonum greinlega bara svona alltaf eitthvað gerist við vonandi bara verður þögn þetta í svolítið tíma. En mögulegt að það séu fleiri svona heimili eða sem að þetta getur gengið á með svipuðu þarna? Ég ætla nú ekki að ég veit það margt svona sem einhver? Já, það mjög margt. Það mjög margt sem við fáum mikið ábendingum. Það verið að beita nauðung og þvingun á Íslandi og oft verið að beita nauðung og þvingun á Íslandi
og skerða mannréttindi vegna þess að aðbúnaðurinn svo lélegur. Það svo fáir starfsmenn í vinnunni. Þú ert þeirra starfsfólk í vinnunni í einhverja sólarhringa, eitt á einhverju vakt, þá alveg ljóst að það eitthvað sem undan lætur og þannig hefur þetta líka verið á deildunum, geðdeildunum. Og þetta byggir auðvitað á því að sko við eyðum tíma það sýnir líka bara hvernig Alþingi starfar. Það eitt alveg gríðarlegum tíma í að tala til dæmis núna veiðigjöld. Bókun 35 og alls konar mál. Ég ekkert að gera lítið úr einu málum, ég getur haft sína skoðun á þeim, en við eyðum mörg hundruð klukkutími í það. Velferðarnefnd var falið árið 2022 að forsætisráðherra að stofna að útbúa þessa rannsóknarnefnd, hvernig hún ætti að starfa. Það 2022. Og það voru mál sem voru mjög slæm. Það var bent á þau, það var talað um þau, það hefði komið upp á yfirborðið og þau voru víða. Var Bjarg í því? Bjarg búið að vera, Bjarg búið að vera, það náttúrulega bara umræðum Bjarg í mörg ár. Bjarg auðvitað sett á laggirnar á sínu tíma, hefði aldrei átt að vera sett á laggirnar með þeim hætti, sem sýnir raunni hvernig svona málefni þeirra, svona geðvandi og geðmeðferð, hún hefur oft verið svo agaleg. Þau voru síðan aftur í tíma, kannski 50 ár eins og þarna, þá sjáum við bara hvernig farið með fólk. Þessi menn í dag hefðu aldrei farið inn á Bjarg. Þeir ungir menn, þeir farað inn. Og þeir eru þarna í svo árum skipti og áratugum skipti á herbergjasambýli, það sem það verður, það er ekki verið að byggja þeirra líf. Nei, og það er einmitt það sem kom fram í fréttinu og ég lærði þarna nóttina þegar ég las yfir svona þessar möppur sem lágu frammi að svona réttlætingin á starfseminu á Bjargi, hún virðist koma svolítið frá þessu að þeir hafa verið þarna svo lengi, þeir eru vanir því og þess vegna tekur því eiginlega ekki að breyta til. Já, í rauninni þá var það bara þannig að það var jafnvel mannréttindabrot að breyta, það var svo hræðilegt. Þetta svo mikill stofnanaskaði sem að fólk verður fyrir við svona meðferð í svona lengi. Sko, batavonir minka, þetta svona aðbúnaður endala. Já, þetta orðið, þetta eru bara þessi menn sem að voru þarna í upphafi, eru bara fullorðnir og nokkri dánir, og en það sem það sem ég vildi segja síðan með þetta, rannsóknarnefndin sem átti að fara, nú er þrjú árliðin, og hver einasta ári þá sendum við Öryrkjabandalagið og hver einasta fundi sem ég sit með þessum þingnefndum, þá lík ég bara máli mínu eins og Kató hinn gamli og segi, hvernig með rannsóknarnefndina, nú klárið þið það mál, af því að við erum, við erum bara sumrin fari í það, við ræðum þetta. Við tölum svona þetta, þetta varla fólki bara í sumarfrí og nennir ekki svona hlusta á þetta. Börnin koma gjarnan fram á sumrin, skýrslur aðbúnað barna sem bara skelfilega tölur. Það kom rannsókn umboðsmaður skilaði skýrslu fyrra á 2 einkareknum heimilum þar sem börn eru geymt og sveitafélögin borga brúsann. Og þessar skýrslur, þær bara komið svona, það tók enginn eftir þeim. Svo bara aftur núna kemur skýrsla frá barnaverndarstofu áhættu, hegðun og annað sem miklu, þetta bara svona upp. Og þetta allt saman bara, við erum að ræða veiðigjöld. Og við erum ekki að ræða það að taka þetta út. Við erum ekki að bera okkur saman við Danmörku sem var að gera hér 10 ára plan í geðheilbrigðismálum. Í dag borga þeir 50% meira í geðheilbrigðismál og þá eru þið búnir að byggja alla nýju spítalana og allt saman, og búnir að breyta hugmyndafræði, búnir að mennta miklu fleiri, en þeir eru búin að gera plan núna, þar sem þeir ætla að borga eftir 10 ár, verða þeir að borga 35% meira í geðheilbrigðismál. Þetta verið að gera í Danmörku, hér ekkert slíkt í gangi. Fjármálaáætlun, hún segir leyndist á nýja spítalanum sem ekki ráð fyrir geðdeildinni. Það 2010, það búið og nú búið að vera að tala hann, hann hvergi í fjármálaáætlun, en hann er ekki rekstur, þetta reksturinn, þetta að tala rekstur, þetta að tala bara... Ég myndi svona kunna... Maður velti fyrir sér einmitt, og þarna, þegar þetta gleymist svona af hálfins opinbera, þá verður til einhver svona vettvangur fyrir svona einkaaðila til þess að stíga inn í svona sem einhvers konar svona líknandi englar og taka yfir þessu erfiðu málum og þessu erfiðu þungu heimili og annað slíkt, og það er það sem við kannski sjáum að hefur gerst þarna með Mannvirðingu. Mannvirðing er þetta fyrirtæki í eigu Guðmund Sævar
veitir það ekki það? Nú var ekki Guðmundsson allavega. Hann þú þekkir hans til hans, hann var látinn fara af réttargeðdeild eftir að uppkom skýrsla þar sem að kvarta var undan honum í vinnu en af einhverjum ástæðum eftir að það kemur upp og hann látinn fara þá hann einhvern veginn komin inn svona bakdyramegin en með fulltingi sama kerfisins og lét hann fara. Þannig að maður velti þessu svona fyrir sér af hverju þetta svona? Já, ég vil nú ekki bara vera neitt að taka, ég vil ekki taka með persónur þannig, ræða persónur, Að þetta heimili samt, við verðum að ræða Já, það er, málið er, þetta snýst okkur sem samfélag. Við erum, eins og börnin sem í mesta vandanum, það eru einkarekin heimili sem að sinna þeim. Og við vitum úttekt umboðsmanns var mjög dökk í fyrra. Úttekt umboðsmanns á geðdeildunum líka á sínu tíma þar sem hann benti á lög væru brotin þar á hverjum degi, mannréttindi brotin og það eina sem við gerðum var að reyna að breyta lögunum þannig mætti brjóta svona fólki í staðins að kannski getum við gert eitthvað hérna í aðbúnaði, getum við eitthvað breytt hér til þess að fólki líði kannski betur, er deildin í röngu húsnæði, eru nógu margir starfsmenn, hugmyndafræðin sem við erum að nota, hún gáfuleg, eitthvað nýtt komið. Þetta allt saman hlutir sem sitja á hakanum alltaf og þá verður niðurstaðan þessi að það koma einhverjir sem að leysa þetta fyrir eitthvað pening og sveitafélögin kaupa sér frá þessu og svo koma sveitafélögin hérna eins og Garðabær núna eitthvað að grænja við því að það verið að biðja að hækka útsvar en Garðabær rekur ekkert svona heimili Hafnarfjörður rekur ekkert svona heimili það rekur þetta enginn því að það bara keypt af einhverjum öðrum og það stendur í lögum hvað við eigum að gera og það stendur líka í lögum að við eigum að fara vel með fólk en við erum ekki að gera það skiljiði rétt, Grímur, að þú sagðir áðan að börn sem eru á heimilum ekki sínum eigin heimilum eða foreldrum sínum eða sinni fjölskyldu heldur séu á einhverjum svona heimilum þar sem að einkaaðilar sjá þau að þau séu með verst útkomin í skólanum það náttúrulega börnin sem koma þarna, þau eru með mikinn vanda og eru miklu vanda og það annað mál vanlíðan mjög flókið þegar þú ert komin þennan stað og sum þessara barna kannski kosta samfélagið það 100 milljónir á ári sem fer í þetta barn í gegnum þetta vandinn að þetta eru heimili þar sem að vantar fagfólk það vantar einhverja stefnu en við erum bara ekki þar að því við eigum bara það svo þegar við skoðar þessa innviðaskuld sem við eigum bara síðustu 10 ár þá innviðaskuldin við geðbatterið á Íslandi cirka 190 miljardar og þá erum við bara að tala til að jafna Norðurlöndin við vitum að það kostar meira að reka hluti á Íslandi það eru svo fáir hérna þannig við ættum alltaf að vera borgaðins meira en Norðurlöndin. Já, en ég meina við það fer nú alveg ágætis summa í að reka þetta, ríki gerir þennan samning við þetta tiltekna fyrirtæki og ég meina sem að tekur fyrir það það hefur verið fjallað að þeir eru með öryggisvistun aðra sem að það alveg ótrúlega dýr fyrir ríkið, ég held að það hafi verið 207 milljónir á ári sem að fer í að reka úrræði fyrir einn mann. Nú þetta sama fyrirtæki komið með einstaklega í öryggisvistun inn á Bjarg sem að einhvern veginn líka skýtur ökku við og maður svona það auðvitað, ég ætla bara að segja það þegar umræðan Bjarg var hérna fyrir nokkrum árum að þá var einmitt verið að tala þetta sem við erum að tala herbyggjarsambýlið og þá eins og þú lýstir hérna þessi menn væru kannski bara það myndi bara skaða þá meira að flytja þá það væri rauninni svona svolítið afsökun en kannski líka að vera að reyna að gera eitthvað. Ég ætla ekki að leggja mat á það. Mér finnst það bara svo sorglegt að það hafi verið í öll þessi ár. En þarna, þegar það gerist, þá datt engum í hug allan að það myndi koma þangað ungur maður. Já, tiltölulega ungur maður, bara inn í þetta. Þetta ekki þannig staður. Hann getur ekki verið þannig og átti aldrei að vera þannig og ég trúi því varla að einhver hérna í kerfinu haldi að þetta sé bara eitthvað sem í lagi. Því að það var tala mjög skýrt það. Ástæðan fyrir þessu heimili var ekki lokað og svo þetta Seltjarnarnes sem bara gerir ekkert, vill ekki reka þetta er þungt fyrir þá eitthvað svona, sem alveg furðulegt að leyfa þessum sveitafélögum að komast upp með að vera sveitafélög.
þau get ekki séð þetta. En allavega, þetta komið á þennan stað að þetta átti að loka þessu, að því sleppt og síðan heyrir maður núna að þarna maður sem að bara ætti aldrei að fara, hann það ungur sko, að því hinnir voru sko komin á þann aldur að þeir, eins og ég segði, margir þeirra bara hafa fallið frá og þetta bara skelfilegt. Það bara verður að segjast þess og mér finnst þetta svo sorglegt að hafa verið að hitta allt þetta fólk hérna mitt í þinginu, benda þeim á þessa tölur, benda þeim á börnin, benda þeim á þessa nefnd sem átt að fara af stað, rannsóknarnefndina, og hér sitjum við og við fáum svona frétt frá þér og það bara tilviljun mæntalega að þú ert þarna eins og ég las þessa frétt á einhverju nætuvakt sem þú kemur bara á þarna, annars hefði enginn talað um þetta. Einmitt sko. Og það alltaf þetta, þú veist, það enginn að sinna neinu eftirliti. Þú veist, nú getum við líka, hvernig á treysta svona samfélagi? Já, það má segja það, ég hafi sinnt þessu eftirlitshlutverki sem að ríkið það má segja það, af því að ég meina, sko, svo er þetta alls konar svona kúltúr og vinnustæða menning sem að verður til þess að fólk einhvern veginn bara svona lætur alls konar hluti framhjá sér fara sem að mér þykir líka svolítið merkilegt, af því að ég meina þarna fullt af fólki sem kemur inn á þann stað á hverjum einasta degi. Enginn sagði neitt, sko. Nei, sko, mér finnst að ég var reistur og divaf þegar tókum Breiðavíkurmálið og líka Kumbarvog og Bjarg og fleiri og þá einhvern veginn ímyndaði maður sér það að þetta væri búin á utanum þetta svolítið. Þetta voru börnin og raunin það sem sorglegast að þessi börn sem voru á öllum þessum stöðum, hérna svo út að telju, að mörg af þeim eru núna inn á þessum stofnunum ef þau eru á lífi, því að það bara þannig, við erum að búa þetta til svo massíft áfall hjá þessum börnum og þau hafa gengið í gegnum hörmungar væntanlega áður þau fara flest og þannig að þá verður henni sagan, hún miklu lengri en við einhvern veginn bara þegar einhver sem var einu sinni 17 ára, svo allt inn hann 18 ára og þá bara hættu að pæla í því. Ég átti ekki við það að þetta börn heldur bara almennt. Er þessi kerfi svona hérna hjá okkur að svona geti gengið? Ég held að þeir bara farið í það mál og tekka alls það sem mögulega kemur til greina þegar svona stóru mál voru konur upp á yfirborðið. Svo þetta ekki margir einstaklingar. Þetta þetta stór mál. Þetta voru mjög stór mál, ég ekki að segja. Þetta eru mjög stór mál og mikið af þessu og þetta mjög stórt mál og það eru staðir hérna víða sem eru, sko, við erum með staði eins og Fellsend Donald. Ég ekki að segja að Fellsendi sé neitt slæmt. Ég bara að segja samt að hann bara í burtu. Hann þarna í einhver staðar. Svo eru menn sendir á Kirkjubæjarklaustur og annað vegna þess að eru að drekka of mikið og eru svolítið slitnir og með einhverja geðrænan vanda og sendir hingað og þangað. Hver að fylgjast með þessu? Veistu, hvernig aðbúnaðurinn? Það bara enginn. Það bara þessi reka þetta, en hérna það vantar þetta að við förum og segjum, heyrðu, við skulum taka geðheilbrigðismáli núna einu sinni, við skulum hætta að tala hérna hluti sem að skipta alveg máli, en við skulum einbeita okkur að þessu, af því við erum með svo margt sem við skuldum þar og við erum að búa til mikinn vanda. Við erum líka að búa til, tel ég, börn sem eru núna að klára sína vistir á þessum heimilum sem að þegar þau verða, því fólk ég man alveg hvernig mín aska var þú, hún hafi verið mjög oft slæm, ég man eftir því, ég veit hvað fólk talaði við mig, hvað sagði og hvað gerði og þegar þú 30 og varst kannski geymdur okkur stað þar sem að borga með þér 100 milljónum ári, en þú manst kannski ykkur hluti sem að býtu akkur kom enginn, akkur sagði enginn eitt. Og það þetta sem svo varhugavert að vera alltaf í þessari stöðu. Það verið svona stöður einhverju svona rannsóknarnefnda feeling bara inn í 23. öldina, sko. Af því við einhvern veginn náum ekki að bara heyri, nú verðum við að gera eitthvað. Nú verðum við að setja þetta ekki, þú veist, eins og í kosningabaráttu hér var talað geðheilbrigðismál á hverjum degi. Svo horfum maður á fjármálaáætlun og það bara niðurskurður á börn og að vera að setja eitthvað smá pening í það að byggja einhverja öryggisvistun. En það er ekki rekstur geðheilbrigðiskerfis. Það bara til að búa til fleira og hvernig ætlar það svo að reka það. Og hver ætlar að fjármagna það og hvert fara... Svo ekki nóg að horfa bara á vandan sem hann vestur. Nei. Vestvesti vandinn getur verið mjög alvarlegur. Það bara mjög margt sem þarf að skoða og við þurfum, svo kannski líka einhvern veginn þegar maður segja, heyrðu, nú tökum við línu hérna.
Við ætlum að lína hér. Hvað ætlum við að gera? Hvernig getum við breytt þessu? Og ekki kannski að við getum ekki kannski gert allt í einu, en við höfum bara vanrækt þetta svo í áratugi. Mér svolítið merkilegt þetta sem hún segir að hér eru með barn og það ríkið setur ykkur 100 milljónir í að reka það svona á einu ári. Nú á ég barn og veit að það kostar ekki 100 milljónir að reka hana. Og maður velti fyrir sér sko, þú veist, að því að þetta, ég meina það ekki eins og barnið fái mikið að sjá af þessum miklu fjármunum. Það fær kannski, þú veist, í þjónustunni eða eitthvað og maður, þú veist, eru þessir einkaaðilar, eru þeir að greiða sér arð út úr þessu fyrirtæki? Hvert fara þessi peningar? Ef ekki viðhald og svona starfsfólk og stofnun? Ég held að þú getur ekki flesta þessu séu væntanlega rekið sem einhvers konar sjálfsegnar eða einhvers konar þannig stofnanir. Ef þú borgar ekki arð, en ég ætla ekki að fara yfir peningamálin og hvort að fólk sé. En það sem kemur fram, þú skoða bara það sem að umboðsmaður segir, þá kemur, það vantar eftirlit, það vantar skortir fagmennsku og þú veist, það vantar strúktúr. Þetta segir umboðsmaður í skýrslu í fyrra 2 heimili og það ekki, og sko svo það líka að þú veist, ég ætla engum í rauninni illt af því fólki sem vinnu, ég held að fólki sem, að það bara margir sem að reka svona, að taka móti, að gera sitt allra besta, það bara enginn, þú farið engan í vinnu, farið mikil í hugsjón og farið engan í vinnuna og bara með einhverja stöðu þar sem að fólk kæri sig að vera þarna, þú veist, og það vandinn, það af því að þetta sett svo langt niður og við erum svo lítið í nýjungum, geðheilbrigðisvísindin, nú erum við með námskeið til dæmis sem við erum bara borga niður gríðarlega niðurgreiðslu á námskeiði raddir og skynjun. Af því að í gamla daga, ef þú skynjaði hluti, þú heyrði raddir og annað, þá varstu eiginlega bara orðin geðklofi bara svona. Svo annað hvort ofsóknar geðklofi eða geðklofi og þá varstu í rauninni lokaður og fyrst mikið lyfjum og þurftum að losa yfir raddirnar. Þetta getur verið flókið, getur verið mikill vandi, en við erum hér að það eru aðra leiðir. Það bara búið að vera pæli í þeim í mörg ár og við erum að koma hérna og erum að reyna að draga fagaðilega til að mæta á námskeið sem við niðurgreiðum geðhjálp, sem er að bara sjá þetta og við bjóðum fólki líka og þetta eru sko 82 klukkutímar, þetta ekkert eitthvað svona námskeið í 5 mínútur, það sem voru að læra að gera hluti á annan hátt og kannski draga úr átökum og ýmsu sem að gerast á geðdeildum og við fáum yfirleitt aldrei viðbrögð frá sérstaklega sko Landspítala fólki. En við fáum viðbrögð reyndar Reykjavík svona, við fáum talsverð viðbrögð þaðan og það gott. Þau koma og eru að reyna. Þetta sýnir rauninni, þetta svona hugsjón, þetta ný hugmyndafræði, önnur nálgun, manneskjulegri og í meiri sátt við mjög marga. Af því það hægt að gera fleiri hluti en nota bara lyf. Lyfin hjálpa og þau hjálpa mörgum og þau eru nauðsynleg og lífsnauðsynleg en það átakapunktur í geðheilbrigðismálum þarna. Hann oftar þarna, það sem að neyða fólk til að gera eitthvað. Og þá gott að hafa eitthvað alternatív en það bara ekki, þetta dæmi það hvað margt hérna sem að... En ekki bugl alveg þétt settin alltaf? Jú, það held ég að sé bara mjög þétt stofnun langi biðlistar en biðlistar eftir hverju, þú veist hvaða meðferð, það greiningur oft þetta, þú fær greining og hvað svo. Svo tekur skólinn við og hann vill alltaf greina þig kannski eitthvað meira en hvað svo, þú veist, hvað erum við að gera, hvaða úrræði erum við að bjóða upp á? Og svo eldist fólkið og... Já. Það mitt hætt við því að hafi það ekki sterkt bakland eða bara sterkar rödd sjálft einhvern veginn, að þá einhvern veginn svona dagar það uppi í innankerfis og það einhvern veginn enginn sem grípur það, sko. Og það þetta sem að mér fannst svo, bara svona sláandi. En getur það verið á heimilum eins og Bjargi og kannski öðrum að þar séu fólk sem eru jafnvel bara hættuleg? Vegna veikindar sinna? Sko já, við erum með þekkt sko bara mörg dæmi það að einstaklingar hafi beitt annað fólk ofbeldi. Það aftur á móti spurningin hvað það sem veldur ofbeldinu? Það spurning og hún svona, þú veist, er það þinn geðvandi
eða það þín jaðarsetning, sko. Þú veist, það komin í rauninni þess að ég segi þetta að því við förum alltaf við þessa hættu, þú veist, ofbeldi á Íslandi að lang flestir sem að beita ofbeldi á Íslandi þeir allan ekki dæmdir út frá því að þeir séu geðveikir. Það er bara fólki, það er alveg satt að segja maður í bláum sokkum barði mann, af því að við vitum ekki, sko, í rauninni grunninn hvaða kemur. Við vitum hins vegar það að þeir sem eru í geðvanda, þeir eru 10 sinnum líklegri að verða fyrir ofbeldi. Heldur þeir sem eru ekki í geðvanda og það, þú veist, en þetta er mýtur sem búið til með bíómyndum og fleiri kannski. Já, og þetta er mjög áhugavert til þeim að því og einmitt í þessu samhengi að það sé sko öryggisvistun á einstaklingi sem hefur ekki endilega geðrænan vanda metin sakhæfur og þar fram til göttunum en þótti tilefnum til þess að vistan sem satt í sérstöku úrræði. Hann settur inn á þetta heimili þar sem eru manneskjur með sko klíníska geðsjúkdóma og þetta svona, þú veist, þessu öllu grautað saman og líka einmitt af fagfólki og það þetta sem mér þótti svo óskiljanlegt. Af hverju í ósköpunum verið að setja inn á heimili þessara manna og ég meina burtse sko frá þessu augljósa broti á þeirra réttindum og friðhelgi þeirra heimilis sko að vera allt í einu komið með sko dæmdan glæpamann ágætismadur, ég segi það ekki og ég vil honum allt hið besta en það ekki endilega þarna. Nei, það er sko við höfum keyrt geð sko geðumræðan hefur svo mikið gengið út á að eitthvað gerist og einhver með einhverja greiningu og þá bara sagt frá því og það alltaf og þá erum við já, ok. Nei, það var ekki mér sem ég spurði það. Nei, ég veit að ég er ekki að tala um þig, ég er að tala bara samfélagið og það setur þetta svona upp. Og þess vegna sko það fyrsta sem gert að það að fjölga öryggisrýmum. Og sko, það alveg þannig, það við vitum það líka að fangelsi sko það eru mjög margir í fangelsum og hann fari gegnum fangelsinu undanförnu sem ekki að vera í fangelsum og þetta þetta vandi og ég ætla ekki að gera lítið úr honum. Það þarf að leysa hann og gera það manneskjulega og fólk sem þarf að fá einhvers konar öryggisvistun þá þarf hún að vera manneskjuleg og þá þú veist ef við förum og skoðum þetta, ég búin að fara í nokkra skoðunarferðir nú síðustu ára að skoða geðdeildir í Danmörku meðal annars og Noregi. Í Danmörk tók bara sig til og tók þetta allt saman í nefið og byggði bara nýjar bæði svona alvöru geðdeildir og svo líka öryggis- og réttageðdeildir. Í Hollandi alveg sérstakt system í kringum þetta og við erum bara sko við erum svo langt á eftir og við erum svo langt á eftir í allri nálgun með þetta, því miður. Þegar þú segir þetta þá á sama tíma og nágranna þjóðurnar að vinna bara í þessum málum, bara að gera þetta gott, þá erum við þarna með fólk á bjargi sem kannski ætti aldrei að hafa verið þar sko. Já. Nei, og það bara þannig, þeir áttu og það auðvitað þetta hvað sem ekki til að bjargi heldur bara en það eru líka, ég meina bjargi auðvitað líka sérstætt að því leturinn til að það svona samræmist ekki þeirri nálgun sem farin hér í heilbrigðismálum og þessari sjálfstæðu búsetu og annað af því að þetta eru bara herbergi með engum salernum, þau eru fram á gangi og svo sameiginlegt rými niðri á fyrstu hæð og þetta, ég meina þeir sjálfstæðu búsetukjarnar sem ég vann fyrir hjá Reykjavíkurborg fyrir sko okkur 10 árum síðan meira þá þeir voru þannig að þetta voru íbúðir sko og svo var bara ein húsvarðar íbúð þar sem starfsfólk var. Það eru þó nokkrar ennþá sem að verið að loka þeim hægt og rólega en það ennþá íbúðasambýli í Reykjavík, herbergjasambýli sem að verið að reyna að loka en það tekur tíma og en þetta auðvitað bara óboðlegt með öllu. Já. En það allan að broti mannréttinda á þessu blessa fólki. Já, ég segi allavega að það fullt tilefni til þess að skoða það og vandinn að það virðist bara enginn skoða það. Það virðist bara aldrei neitt, þú veist, það er þetta rannsóknarnefnd sem átt að taka til starfa forsætisráðherra bað velferðarnefnd að fara í þetta mál og síðan eru liðin 3 ár
og ég held að maður einhvers konar félagshyggja sem það tekið við en ég sé það nú ekki alveg. Hún er ekki farin í þetta. Nei, en við getum hérna okkar litla vopni sem samstöðin, leggjum þessu lít. Já, við gerum það og það er hægt að hafa samband við Geðhjálp. Við gerum bara endilega. Starfsfólk og allir. Bara geta allir komið til okkar og það er gott og ég bara þakka þið fyrir og ykkur fyrir að tala málefni okkar jaðarsettasta fólks. Herðu, þakka þér mikið vel fyrir komuna. Takk hérlega fyrir að taka móti mér. Hérna verða auglýsingar og síðan að þú sitja eftir. Jú, ég ætla að sitja eftir og tala við Önnu Láru Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar ákærur sem ekki voru gefnar út í málefnum þroskaskertrar konu. Þetta er erfitt mál. Aftur eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Já, komið sæl aftur og velkomin hingað að Rauðaborðinu. Það kom upp hræðilega og óhugulegt mál þegar að konu með þroskaskerðingu var nauðgað og hún misnotuð af manni sem svona átti að hafa umsjón með henni. Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, þú hefur fylgst svolítið með framvindu þessa máls en það kom í ljós nú á dögunum að það verði ekki gefin út ákæra á hendur 4 einstaklingum sem að misnotuðu sér þessar aðstæður einnig þrátt fyrir og ákæra ekki gefin út þrátt fyrir að það liggi fyrir að þeir virðast hafa að vita hvað þeir voru að gera. Hvað einmitt, það er svo erfitt einhvern veginn að koma orðum að þessu því að þetta er svo hræðilega ljótt. Já. En maður velta fyrir sig hvers vegna ekki, og ég meina hvað nú? Hvað nú? Já. Það er kannski rétt að byrja á því að jafn ömurlegt á þetta máli þá kemur þetta ekki fullkomlega á óvart vegna þess að það er vitað og það eru til rannsóknir sem að staðfesta að fatlað fólk er langt líklegra til þess að verða fyrir hverskins ofbeldi og misneytingu heldur en aðrir hópar. En samt er einhvern veginn ekkert unni með þetta eða gert í þessu. Og við náttúrulega undruðum okkur á þessu máli þegar þetta kom upp í minni, þetta hafi verið í janúar sem að þetta mál var nú síðast í fréttum. Já. Og okkur þótti undarlegt að þarna væru 4 þekktir gerendur sem að voru ekki ákærðir og mér finnst það ennþá undarlegt og og ég bara, ég er eins og þú, mann er verður svona hálf orðavant, en það sem að mér finnst blasa við núna þegar þessi niðurstaða liggur fyrir og ríkissaksóknari hefur tilkynnt að það verði ekki gefin út ákæra á hendur þessum 4 gerendum í ljósi þess að málið þykir ólíklegt til sakfellingar, þá held ég að verða að skýra það vegna þess að, ég meina, nú hafa fjölmiðlar fjallað ítarlega, bara samskipti milli þess mannsins sem dæmdur var til 8 ára fangelsisvistar og þessara manna. Það virðist alveg borðliggjandi að brot hafa átt sér stað. Þannig að ég held að það sem að hljóti að gerast núna og verði að gerast núna sé að það kom einhvers konar skýring á því hvers vegna ekki er sakfellt Einmitt. Og hvers vegna, ég meina hvers vegna konan fái þá allavega ekki njóta vafans, réttarfarslega. Vegna þess að ég meina ég ætla rétt að vona að það sé einhverjar ástæður þarna baki sem þó ég get ekki ímyndað mér hverja þær eru og allir svo sem ekki að fara að fabulera eitthvað það. Nei. En ef þetta er ekki skýrt fyrir almenningi, fyrir fötluðu fólki, að þá er verið að senda bara alveg svakaleg skilaboð út í samfélagið að það sé í lagi að brjóta á fötluðu fólki.
Já, ég var svona aðeins að vasast í þessu málum hérna fyrir einhverjum árum síðan og þá var þetta einmitt með frávísanirnar. Þetta var svona einn af þeim hlutum sem við gagnrýndum mikið en þá var svona minnskilningur sá að ég meina málum er vísað frá og það þykir ekki líklegt til sakfellinga einmitt vegna þess að þetta eru yfirleitt orð gegn orði mál. Og ég meina ef þú ert kærður fyrir eitthvað, ákærður og einhver haldið fram um þig þá getur þú bara sagt nei og ég meina ef það enginn fyrir einhverjum sönnunargagn þá þetta enginn grundvöllur fyrir því máli því að það eru alltaf sá ákærði sem að færa að njóta vafans í réttinum. En í þessu máli nefnilega svo greinilegt að það liggur fyrir miklu meira og ég meina svo fyrir utan að það heill dómur sem að ég bara fór í gegnum allt þetta kerfi, maður, dæmdur fyrir einhvern verknað og þáttöku sín í einhverjum verknað og ég meina þetta 10. þarna innan dómsins, hvernig öllu þessu var háttað og hans vitnisburði og annara en samt einhvern veginn þessu vísa frá og ég meina þetta eins og þú segir, ég meina hvers konar skilaboð erum við að senda út í samfélagi? Já, þau eru ekki góð ef þetta á að liggja óútskýrt. Ég held að það sé alveg ljóst að og ég er búin að vera að hugsa þetta þú veist bara hvað í ósköpunum þú veist, getur legið þarna baki en ég get engan veginn einhvern veginn gert mig grein fyrir því en ég held að það verði að skýra þetta og ég held að við verðum líka þú veist, ég meina því miður þú veist, þá þetta ekki fyrsta sinn sem að ég sit og ræði svona mál þú veist, því miður og þá kemur þetta alltaf reglulega upp og það hefur alltaf verið ákall okkar þegar það gerist að þessi mál verði tekin til alvarlegra skoðunar hvernig ætlum við sem samfélag að vernda fatlað fólk fyrir ofbeldi og misneytingu og það gerist aldrei en núna held ég að við hljótum einhvern veginn að þurfa dálítið að fara að horfa á bara hvernig við erum að styðja og vernda fatlað fólk fyrir ofbeldi vegna þess að það vita allir sem vilja vita að það allt og algengt Já, þú nefndir hérna á þann að þetta hefði kannski, þetta bara því miður hefði þetta nú kannski ekkert komið inn eftir sérstaklega mikið óvart. Þetta svona, já, fyrir okkur hinn, svona sem að erum kannski minna inn í þessu málflokki, þá þetta sláandi að einhver bara skuli hafa gengið svona fram og ekki bara einn heldur í félagi við fleiri. En eru til einhver svona sérstök úrræði fyrir fatlað fólk sem að verður fyrir ofbeldi, hefur orðið einhver svona vitundavakning svona í samfélagi fatlara á Íslandi gegn ofbeldi og hvert eigi að leita og svona rétt og hver sé þeirra réttur og annað? Sko ég held að þú veist, þeir sem að standa í réttindabaráttu fyrir fatlað fólk og fatlað fólk sjálft náttúrulega þar fremst í flokki hefur náttúrulega verið að hugsa þessi mál mjög lengi en því miður að þá svona takmarkað hvað sú réttindabarátta skila sér, þú veist, ef að þú veist, ákæruvaldið og lögregla og allir þessir aðilar spila kannski ekki með og ég ætla ekki að segja að þeir geri það alls ekki, ég meina við höfum til dæmis við hjá Þroskahjálp átt í ágætu samtali við lögregluna ýmislegt sem varðar meðferð mála þegar að fatlað fólk á í hlut og ég ætla ekki að segja að það sé engin svona, hvað ég segja, hreyfing á málum en það þarf að gera bara miklu betur og ég held að eitt af vandamálunum sem að við erum að etja, sem á ekki bara við í þessu, að það svo ofsalega lítil þekking á réttindum fatlaðs fólks. Og þó að við séum núna vonandi, þú veist það er búið að lofa lögfestingu samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og það eru mörg ár síðan hann var fullgiltur á Íslandi. Hann gengur út frá mjög sérstakri skilgreiningu á fötlun sem að segir að þú veist, það ekki fötlunin sjálf eða skerðingin sjálf sem vandamáli, heldur umhverfi sem gerir ekki ráð fyrir fjölbreyttum þörfum. Og það bara rosalega skýr krafa og skylda á herðum stjórnvalda að mæta fólki. Þetta er kallað viðeigandi aðlögun í samningnum, þetta þýðir í rauninni bara það að við búum til aðstæður þar sem að fatlað fólk getur notið sömu réttinda og aðrir. Og þetta skortir mjög mikið upp á og því miður að þá og ég var
Ég var nú að koma heim í gær frá Malaví, ég er búin að hugsa svo mikið þetta á leiðinni heim, þar sem að við erum með verkefni sem fjallar bara réttindi fatlaðs fólks í Mangótsi héraði, þar sem að íslensk stjórnvöld hafa nú verið að vinna í 35 ár. Og þar erum við, þar lögreglan með okkur í verkefninu, vegna þess að þetta skiptir svo miklu máli upp á viðhorf að gera, bara hvaða viðhorf samfélagið allt, og það er meðal náttúrulega bara fólk sem að vinnur í þessum málaflokki. Og það er bara, það er bara sérstök samfélagslögregla og þeir eru bara hluti af þessu verkefni. Kannski þurfum við bara að þurfum við að yfirfæra Malaví leiðina bara yfir á verkefni hér. Já, þetta er bara kannski fleira fatlað fólk í lögregluna. Já, það er fyrir utan, sko. Já, það er einmitt, það er svona ákveðið inngildingar verkefni sem að ég mætti taka til bara mikilvæg skoðunar hér. Ég held að sýnileiki fatlaðs fólks í stjórnsýslunni er saman svo engin. Já. Það er bara hárrétt. Og það er, ég meina, það er fullt af, ég hugsa tabú og að sjálfsögðu náttúrulega stóru, eins og öryrkjabandalagið og þroskahjálp og fatlað fólk hefur verið að reyna að vekja athygli á þessu, en það er bara allt of fáir sem hlusta. Af hverju er það? Af hverju hlustum við ekki á fatlað fólk eða svona þá sem að eru að benda okkur á hið augljósa í rauninni? Ég held að það sé vegna þess að við erum einhvern veginn með svo inngróin viðhorf hvað, að það sé með einhverjum hætti réttlætanlegt að fatlað fólk hafi minni réttindi en aðrir af því að fólk hefur einhverja hugmyndir að það get ekki notið réttinda sinna sem er náttúrulega algjör fyrra. Ég held að það sé eiginlega bara eina skýringin á þessu, það er einhvern veginn, ég meina, engin mundi það er engin viljandi með viðhorf sem að útiloka fatlað fólk. Nei. En þessi inngrónu viðhorf og eins og þú nefnir áðan, ég meina, aldir hefur fatlað fólk verið jaðarsett og ósýnilegt og við höfum byggt upp sem samfélag einhverja hugmynd hvað það er að vera fatlaður sem er alveg rosalega erfitt einhvern veginn að breyta. Að meðan staðreyndin, það er ekkert að fötluðu fólki, það er ekkert vandamál. Þetta er bara umhverfið sem að fólk er gert að lifa í. Og ég meina þegar það talað fatlað fólk, þá er þetta bara, það er verið að tala alls konar fólk. Ég meina það er til geðfatlaðir, það er til, ég meina fólk með líkamlega fatlanir, fatlað vegna veikinda, meðfættar fatlanir, þetta er allt, en þetta er allt mjög ólíkir hópar innbyrðis. Mjög ólíkir hópar og það kannski gerir þetta pínlítið flókið vegna þess að við höfum líka þessa tilhneigingu til, að fólk vil bara fá ykkur tjekklista, hvernig á, að tjekka ykkur bóks að hafa mætt þörfum fatlaðs fólks, en það náttúrulega er ekki hægt. Nei, einmitt. Vegna þess að það er bara einstaklingsbundið og fer eftir þörfum hvers og eins. En hvernig er, nú hefur oft verið talað það, einmitt að ofbeldi gegn fötluðu fólki og eins og segir þá kannski skortir aðeins á, að það sé meira gerst einhvern veginn fyrir það svona innan stjórnsýslunar, en svona eins og bara, ég meina eftirleikurinn fyrir konu sem að verður fyrir svona ofbeldi. Ég ímynda mér að það sé ekkert endilega auðvelt fyrir hann að nálgast einhvers konar, bara úrlausn, sinna mála. Er tekið á móti, er stígamót til dæmis bara í stakkbúið til þess að eiga þetta samtal við konu sem býr við einhverjar svona takmarkanir eða hver stöndum við þar? Við höfum líka verið í samtali við eins og Bjarkarhlíð og stígamót og þetta og það er breytinga og svona vakning og það er fólk reyndar bara hvernig segir maður, bara svona metur sér sjálft, bara þau reyna að halda utan, bara tölfræður reyna að sjá, hversu margir sem að koma og leita aðstoðar, sé fatlað fólk, en það er bara það sem að fólk metur sér sjálft og það er, það er verið að taka mjög dýrmætt og mikilvæg skref. En það er líka, það sem að gerir þetta líka flókið er, að fólk getur verið í svo flókinni stöðu. Eins og bara í þessu máli sem við erum að ræða hér, eins og þú komst inn á í innganginum, þá er þetta maður sem að var henni stuðningur. Að fólk getur líka verið svo háð gerenda sínum og átt svo erfitt með þess vegna líka að brjótast út úr þessu. Og ég veit, bara, ég meina, þegar maður er að tala þetta, fólki finnst þetta opaslega óþægilegt vegna þess að fyrir flest fólk að þá er einhvern veginn óhugsandi, að beita ofbeldi yfir höfuð, en ekki hvað þá manneskju sem að sem fatlað fólk.
En við verðum að fara að tala um þetta og einhvern veginn að En líka eins og þú segir, það áhugavert að því að þú talar um að það séu, ég man ekki hvað sagði, einhverjar prósentur líkur á að meiri líkur á að falla fólk. Alltaf 5 sinnum. Alltaf 5 sinnum meiri líkur á að falla fólk sem beitt ofbeldi. En samt sem áður eru öll úrræði og eftirleikur og dómskerfið sett upp fyrir ófallað fólk. Já, og því gengur hægt að breyta. Og þetta allt ferli, sko. Þetta fallað fólk ólíklegra, til þess að segja frá, til þess að kæra, það ólíklegra að það leiði til sakfellingar og það ólíklegra að fallað fólk geti síðan leita sér aðstofar eftir að hafa verið þolandi ofbeldis. Og þetta eitthvað sem við vitum og það til dæmis hafi verið gerðar, sko. En samt einhvern veginn miklu fleiri úr hópi fallara sem að verða fyrir ofbeldi heldur en ófallara. Eða svona það er meiri líkur á því að þeir verði. Í tölum talið kannski ekki, skiljur, því að hópurinn kannski minni. Já, hópurinn er minni, mitt. En sko, ég held að við þurfum til dæmis bara að fara á dusta ríkið. Það hafa verið gerðar alls konar rannsóknir, á þessum máli, til dæmis bara upp í háskóla, hérna hjá rannsóknarsettur í fötlunarfræðum, það sem hefur verið að bara, og það til mikið af rannsóknum sem að hafa bara einhvern veginn dottið milli skips og bryggju og ég held að ekkert rosalega margir hafi verið að skoða. Ég held að það sé ekki komið tími til að við dystum af þeim ríkið og förum að, það náttúrulega byggir á frásögn og upplifun þolendana. Af því að það auðvitað algjört grundvallaratriði að þegar og ég ætla að segja þegar, vegna þess að bara ég ætla að trúa því að við gerum eitthvað núna, að þá náttúrulega algjört grundvallaratriðið að hlusta á þá sem að málið snýst að því að ég held að kannski þau skref sem hafa verið tekin hafa ekki verið tekin með þeim hætti. Nei, einmitt. En já, það kannski eitt í þessu og það sem kannski trufla mann mest við þetta tiltekna mál að nú eru bara 4 einstaklingar einhvers staðar úti í samfélaginu okkar, á meðal okkar, sem að hafa sannarlega gerst brotlegir gegn þessari konu. Ég meina það liggur fyrir, þrátt fyrir að málinu þeirra hafi verið vísað frá og svona samkvæmt öllum þeim rannsóknum sem að ég þekki og hef lesið í gegnum tíðina þá bendir allt til þess að þeir munu brjóta gegn einhverjum aftur með sama hætti. Sérstaklega þar sem að þeir, hvað ég var að segja, komust upp með að gera það sem þeir gerðu. Hvernig komust við, bara hvernig lögum við þetta sem samfélag? Hvernig komust við eiginlega bara hérna yfir á næsta stig? Þetta er eitthvað svona, þetta er svo svakalegur smánarblettur. Við þurfum einhvern veginn að vinna með þetta. Já, og þess vegna segi ég, ég held að þessu máli, megi ekki ljúka hér, það verður að koma einhvers konar skýring og það er kannski einhver smá ljósglæta í myrkrinu, að þau viðbröð sem að þetta hefur vakið, ég held að svona bróðparturinn af samfélaginu sé ekki sáttur við þessa niðurstöðu og vill fá svör alveg jafn mikið og ég held að það skiptir rosalega miklu máli. Við fáum einhverjar útskýringar á því hvers vegna í ósköpunum málinu lyktar svona og það svona, já, ég held að... Hvað segir maður við þessar menn þarna út í samfélaginu sem að og ég meina, nú er ég bara eitthvað svona að hugsa upp þetta er að því að maður, þetta eru bara einhverjum menn einhver staðar og ég meina einhvern veginn sem að koma fram með þessum hætti, komast upp með það og við einhvern veginn sem samfélag ætlum bara einhvern veginn að halda áfram og lifa þeim að halda áfram og án þess að ég mitt eins og segir að staldra við og vinna svona úr þessu. Ég vona að það gerist og ég meina, ég held að það hljóti að vera krafa sem að við gerum að það komi einhvers konar skýring á því vegna þess að ég meina þetta má bara ekki enda svona. Nei. Það eru svo alvarleg skilaboð sem við erum þá að senda út í samfélagið og það eru raunin skilaboð sem að sem segja að það sé í lagi að beita fallað fólk kynferðisofbeldi og það er náttúrulega eitthvað sem við getum ekki setið upp hér með. Af því að auðvitað er það ekki í lagi og ég held að engin nema mögulega þeir sem að brjóta gegn fólki ég meina við sem samfélag getum aldrei tekið undir þetta held ég en það eru skilaboðin sem að við erum að senda ef að þetta er ekki skýrt betur. Hafið þið Þroskahjálp eða svona önnur svona baráttu og hagsmunasamtök fengið eða sendt fyrirspurnir eða er svona reynt eða falast eftir skýringu frá saksóknara?
Nei, við höfum ekki gert það. Þú veist, ég veit ekki með önnur félög, en mér finnst ekkert ólíklegt að við gröfumst fyrir þetta. Ég var nú sjálf bara að koma heim hérna úr vinnuferð erlendis bara í gærkvöldi, þannig að og svo sem fylgdist með þessu bara einhvern veginn svona fléttast í sundur þaðan og við hefum bara eftir að melta þetta og taka umræðu þetta, þú veist, bara innan samtakan okkar en eins og að heyri núna, þú veist, maður er eiginlega bara dálítið stúm. Þetta er bara einhvern veginn sko... Ég veit það. Þetta er einmitt, og það er einhvern veginn erfitt að tala um þetta því að þetta liggur allt fyrir. Við erum öll sammála um þetta, þetta er hræðilegt. Já. En samt einhvern veginn, þá er þetta svona eins og það er. Og manni finnst einhvern veginn, sko, þú veist, það hljóti að vera einhver ástæða. Vegna þess að, þú veist, ég meina nú bara eins og þú las ég dóminn á sínum tíma og þetta er ekki lítill dómur, þetta er 8 ára dómur. Þetta er mjög þungur dómur í kynferðisbrotamáli, alveg bara fáheyrt, sko. Og það er náttúrulega, þú veist, þetta að lesa bara öll þessi samskipti, þú veist, þannig að þetta er svo einhvern veginn borðliggjandi, þannig að, en ég ætla ekki að gera neinum það, að ætla einhvern veginn þú veist, að vísvitandi eða bara af einhverju léttu, það vera að senda þau skilaboð að það sé allt í lagi að brjóta með þessum hætti gegn fallari konu, þannig að, þú veist, nú býði bara skýringar, það verður að koma skýringar. Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, kannski eitt að lokum, veistu hvernig hún hefur það konan? Nei, ég veit það ekki. Nei, en við þetta bara... Og ekkert þeirra, það náttúrulega voru 3 þarna þolendur í þessu broti sem var dæmt fyrir hérna fyrst. Einmitt, og við bara óskum þeim allsins besta. Anna Lára, þakka kærlega fyrir að koma og vera með okkur hér við Rauðaborðið í þessu nýja fréttaskýringaþætti sumarsins. Það eru örstuttar auglýsingar, svo er það Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem að kemur hérna og ræður virkjanir í litlum samfélögum, húsnæðismarkaðinn og margt fleira. Það var gefið. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, velkomin aftur. Það er búið að vera hér umfjöllunum, svolítið svona alvarleg mál verður að segjast, en við ætlum að enda þetta í spjalli alls konar hluti. Guðmundur Hrafn Arngrímsson er hingað kominn af Ströndum til byggða, velkomin til byggða. Takk fyrir það. Velkomin til mann, er ekki fáir af Ströndum? Jú, fáirinn góður, sterkir og hraustir hérna, eiginlega meira menn allt. Þeir alltaf að segja að það vera svo hraustir hérna? Já, strandamenn og hraustir, sko. Er það hortstrandir eða er það eiginlegu galdrastrandir? Já, þetta er eiginlega svona hortstrandir, sko. Þetta er svona 2 daga gönguleið frá næsta vegi. Já. Það sem að þú og þín fjölskylda búið? Já. Og erum að rækta eða fugl eða sinna honum og reka við hennum og það var lengi selvið þarna en hún hefur laðist nú að fyrir einhverjum 30 árum. Og er aldrei þá gónur í matinn? Ekki lengur, það voru oft gónur og selsveifar í matinn þegar ég var krakki, sko, en það er ekki lengur veitt, sko, þetta er... Sigurjón, veistu hvað það er, að borða gónu? Nei. Það eru selshausar. Nei, stopp nú. Það heitir góna þegar þeir horfa á mótumannin að maður borða það. Með kvolpaugunum, þetta var þetta oft getið súrt líka, sko. Það var ekki getið... Súrar gónur? Súrar, eða sérstaklega hreyfanir, sko. Það voru alltaf getið súrir, sko. Og það var bara í þinni esku? Já, og bara lengi vel, bara framöndir aldamótin, bara mjög... Þú hefur nú verið með börnin þarna. Gengur að láta þau borða gónur og hreyfar? Þau hafa ekki fengið selkjött ennþá í matinn, sko. Ég er nú svona að bíða eftir því, en við viljum helst ekki vera að skjóta þennan sel sem er eftir. Það er mjög lítið af sel. Það er eiginlega, sko, það er til dæmis... Við vitum það bara ekki, þannig að honum hefur fækkað gríðarlega, sko. Það var þannig að það voru þarna víkur á Dröngum þar sem að voru kannski 30, 40, 50 selir hvert einasta skipti sem maður gekk að framhjá. Núna kannski sér maður 3, 4, jafnvel engan. Og engin veit af hverju?
Þetta skrítið, þetta gerir sig bara strax svo að hætta að veiða þetta sko. Eftir að sko selabændur hættu að skjóta sel og verka skinn og þá hrýnur stofninn sko. Það talið að aukningin í grásleppuveiðum hefði orðið þess valdandi að selurinn hefur minnkað svona stofni vegna þess að... Átan grásleppuna? Nei, það er bara aukning grásleppuveiði vegna þess að þetta eru sömu miðin sko. Kópurinn, landsselskópurinn, hann þarna innan grásleppuna og það hafa grásleppusjómenn komið í land kannski með 30 kópur sko. Bara drukknaðir í nettónum og þetta mjög líklega skýringin af því að okkur selastofnun hefur minnkað svona mikið sko. Getur maður ekki étið kjött sem af svoleiðis selum? Svolítið. Nei, það var bara svartfuglinn sem sækist í nettum, eða ekki? Jú, það var náttúrulega gert ef hann var nýdrukknaður sko, en það var ekki til síðan að éta svona seli sem að drukknaður sko. En hvernig var með selasafn á Hvammstanga? Þeir eru þar að fara með... Já, telja á hverju ári. Já, og svo fara með túrist út til að sjá seli. Já, en það mjög lítið á honum. Mjög lítið og líka af útselum. Honum var náttúrulega að grísja útsel mjög mikið hérna í kringum 1990 þegar hringormanefnd borgaði selabændum fyrir að grísja útselin vegna þess að það kom mikið hringormur í skinn og þá þurftu allir selabændur að fara og grísja stofninn. Þetta var kannski gengið þverbak sko. Herðu, þú ert formaður Leigjendasamtaka, ég ætla aðeins að fá að ræða við það, en ég ætla líka að ræða hérna, að því að þú ert þarna úr þessari sveit, að því við vorum hérna fyrr í vikunni, að þá vorum við að tala að nú er búið að leyfa vindmyllur, ráðherra, vill leyfa vindmyllur í Garpsdal, sem er hérna í, Reykhólasveit og það kemur fram í svona umræðum þetta að þetta er mjög fámennt sveitafélag og ég pröfaði að heyra svona í fólki og þess að við mig farið engan til þess að tala á móti þessu. Nú er enginn á móti þessu. Jú, fólk er á móti þessu. Það er bara svo óvíst allt í sveitinni að setja sig upp á móti því að það er þarna einhver 1-2 fjölskylda sem hefur svona ávinning af þessu. Og svo einhverju hugmyndur að þessir fjárfestar sem ég man ekki hvort að séu frá Sviss og Hollandi eða eitthvað staðar. Það er svo mikið af svona verkefnum í gangi að maður missir hérna sjónar þessu. Að þau ætla að láta eitthvað svona smá pening í svona samfélagssjóð sem er nú svona einhver dæmi þetta er til þess að ég held að það séu Hjaltlandseyjum að það er olía þar fyrir utan og þar var samið á sínum tíma að það fengur svona smá pening. Ég held að þeir séu á Hjaltlandseyjum séu nú á því að þeir fái alveg hlægilega lítið í samanburði við fólkið þarna hinum megin við sundið sem er í Noregi þar sem þeir bara grundvöldur undir að reka öflugt velferðarsamfélag, það er ekki að hjálpa sem. En þú stóðst í svolítið deilum út af hérna Hvalárvirkjun. Já, fjölskyldan mín, föðursystkini mín, þau mótmæltu þessari virkjun og eiga lönd að þessum vatnsbólum eða þessum vatnasvæðin sem að renna í Hvalá. Af tvennum forsendum sko, það voru tvær forsendur. Sjálfsögðu náttúrulega er þetta gríðarlega mikil framkvæmd á óröskuðu svæði. Það kom þetta bresku vísindamaður sem að tala að þetta væri næstu fjórðungurinn af svona þeim óröskuðu landslagsheildum sem var eftir í Evrópu. Sem sagt hálendi í kringum Drangajökul. Að því að þetta er að tala óraskaða landslagsheildir þar sem engir innviðir, hvorki háspennumöstur eða vegir eða þess áttar, eins og er á hálendinu vegna þess að það eru mjög afmarkaðar óraskaða landslagsheildir. Þannig að hann reiknaði þetta sem held ég 21%. Þannig að sko bara það að fara að fórna þessari landslagsheild undir gríðarlega stóra vatnsaflsvirkjun sem var engin þörf á. Við vitum það að það er 23-4 kostir í rammaáætlun. Hvalárvirkjun er sá sísti metin, sísti kosturinn af öllum virkjunarkostunum og þannig að lágeilu hlutarnir segli að afstæðin er svo að vera mótið þessu vegna þess að af hverju að virkja þarna þegar aðri kostir eru betri og svo kom það líka ljós að þeir aðilar sem voru á bakvið þessa virkjun, þetta voru að mörgleiti sömu aðilar voru á bakvið til dæmis kísilverið í Helguvík. Þannig að sem að maðurinn herraði á Teslunni? Já, Magnús Garðarsson, hinn frægum Tesla Magnús, þarna voru bróður hans. Það er svo útskýra fyrir Maríu, það var sett maður sem var tekinn að keyra á Reykjanesbrautinni á held ég 170 km hraða
og hans málsókn var að hann hefði hnerrað og sérst óvart hann hefði stíð og einmitt og hann svo fljótur upp hann var sérst mér í Tesla hann var sérst maður sem stóð fyrir þessu kísilveri sem var eftir á higgja held ég tóm vitleysa frá Já, við talaðum að Arion banki og lífeyrissjóðirnir hefði tapað 23,5 milljarði á þessar framkvæmd. Þarna voru svona mörguleiti sömu aðilar komnir hérna bak við þetta verkefni og þarna þessi ítalski barón sem átti þessa jörð sem ætlaði að leggja inn í þetta verkefni, það kom í ljós að hann svona vafasamur karakter, þannig að það voru svona ákveðnir þættir sem urðu þess valdandi að föðufólki mitt að steig svona upp á lappirnar og sagði bara nei, við viljum ekki sjá þetta hérna. Þeim hafði verið sendt bréf hérna ári áður af virkjunaraðilum og beðinum að vera með í verkefninu vegna þess að stór hluti af vatnasvæði Drangajökuls inn á Drangalandinu og það var hægt að taka stóran hluta af því inn í þessa virkjun og þar með stækkan ennþá frekar. Þau höfnuðu því þrátt fyrir að hafa verið boðið gull og grænir skógar og fóru fram á jörðinni friðuð til þess að svona reyna að bæði að sko svona tefla fram verðmæti svæðisins vegna þess að þetta búið að vera byggð í 1100 ár, þannig að maðurinn komið sér mjög látlust fyrir í landinu á forsendum landsins og þetta náttúrulega óbærslega mikið stigsbreyting að koma svo inn á þetta svæði og gjörbreyta því til allar framtíðar og úr öllum skala við allt sem hefur verið gert. Þarna hafa verið sko vegir verið ruddi bara með malarskóplum eða keyrði niður á litlum dráttavélum og hús byggð á litlum efnum, þannig að þetta var nú svona ástæðan, þetta var svona tilfinningalegt og svo líka náttúrulega við sáum í gegnum þetta þessi kostaboð sem þessi aðilar komið með nákvæmlega eins og þú ert að nefna hérna rétt á hann. Þarna var talað að með þessari framkvæmd kemur vegabætur í sveitinni, aukin fasteignagjöld, aukin umsvið, þeir bauðust til þess að mála skólan og skiptum rúður í einhverjum húsum og svona. Við komum með nútímann til ykkar. Já, svona sögðust alltaf að gera það. En okkur tókst að stöðva þetta sín tíma. En ekki margt fólk líka á Strandum, eða fólk á Strandum, sem með þessu. Sumir hafðu fjárhagslegan hag af þessu. Já, þetta skipti sveitinni algjörlega í tvennt, bara sko eiginlega klaufan í herða niður og við máttum kannski ekki við því vegna þess að þarna 2 áratugum áður þá var kirkjubygging sem að klauf sveitinni alveg í herða niður. Eins og oft gerist. Það var reist þetta ný kirkja, en samt er það þannig að stór hluti íbúana í Áneshreppið, þeir eru nú ekki margir sem eru á móti þessu eða bara finnst ekki sérstaklega mikið til þessu verkefnis koma, en það er líka alveg eins og þú nefnir, fólk er ekkert mikið fyrir að upphefja skoðun sína vegna þess að þetta er náttúrulega lítið samfélag, fólk er háð hvort öðru í svo mörgu öðru samhengi og vill helst ekki mæta nágrunum sínum í einhverju svona rifrildi. Sem að skiptir ekki sko þeirra svona daglega líf máli bara eins og fjárhagskapur. Sem hatrum í litlum hópum. Já, þannig að fólk bara mjög háð hvort öðru. Þannig eru kannski 3, 4, 5 sveitabæðir í byggði við veturinn og þannig er fólk mjög háð hvort öðru og getur eiginlega ekki verið að standa í einhverju svona stórum deilum. Sko. En nú þú og þín fjölskylda mjög tengd þessu svæði. Ég var að tala hérna við Höllu Hrund Lóadóttur þingmann og Andrés Skúlason sem er starfsmaður Landverndar og ég var að spyrja þau að því að þau voru að tala um þessi annmarka á því að láta ákvörðunina liggja hjá svona fámennum sveitarfélögum og ég var að spyrja eigið þá við að ákvörðunina eigi helst ekki að vera hjá þessu sveitarfélögum, að eigi að vera ykkur aðrir sem taka ákvörðunina af því að sýnt sig að einhver svona vellauður maður getur komið inn og smátt og hægt og bítandi náð undir sig miklum áhrifum í byggðarlaginu. Dæmi hjá ykkur er þannig og við getum líka sagt Vopnafjörð og Ratcliffe þar sem hann er að kaupa, allt í einu er hann orðinn rosalegur. Þetta er yfirleitt svona skilgreinda brothættar byggðir sem þeir virðast koma sér inn undir. Hvað segir þið að svona veik sveitarfélög get ekki tekið ákvörðun við fyrir sunnan verðum að taka hana? Hvað segir þið því? Nei, ég hlustaði nú á þetta viðtal og mér leist ágætlega á þar hugmyndir sem að einn viðmældin kom með að það ættir hreinlega bara kjósa svona verkefni. Ekki innan sveitarfélags sem heldur kannski í annarkot á landsvæðinu eða jafnvel á landsvísu vegna þess að Þá ætti að segja það að Vestfirðingar myndu taka ákvörðun Hvalárvirkjun, en ég var á ferðaði svolítið Vestfirði þegar þetta var heitast
Þú fannst engan mann á Patreksfirði sem ekki var fylgjandi í Hvalárvirkjun, engan á Tálknafirði, engan í Bíldudal, engan á Ísafirði, engan í Bolungarvík, engan á Súganda. Það var mjög fáa. Vestfirðingar voru almennt... Þið hefðu fengið virkjun ef að Vestfirðingar hefðu kosið. Já, almennt voru Vestfirðingar með þessu vegna þess að það var búið að selja Vestfirðingum auki raforkuöryggi sem átti alls ekki að koma með þessu. Þriggja-fasa rafmagn í Árneshrepp. Þetta voru svo margar rangfærslur í þessu vegna þess að kúabændur hafa verið með þriggja-fasa rafmagn í tveggja-fasa kerfi í áratugi. Fengu lánaða svona eitthvað sem ég man ekki hvort það hétu Kálvar frá Landsvirkjun sem breytti tveggja-fasa rafmagn yfir þriggja-fasa rafmagn og þetta var notað í áratugi. Þetta var aldrei verið eitthvað vandamál. Það var þetta að kaupa þriggja-fasa svona einhverja hálfgerðar afstöð til þess að vera með fyrir löndunarkranna á Norðurfirði vegna þess að alltaf tala að hann þyrfti að fá þriggja-fasa rafmagn. Þannig það var ekki það sem að Árneshreppsbúar þurftu en sko varðandi þetta að með sveitafélag sem eru kannski 20 íbúar sem eru á kjörskrá geta á þessum tímapunkti eftir 1100 ára byggð í hreppnum á einhverjum tímapunkti 20 einstaklingar tekið svona afdrifaríka ákvörðun með landið og framtíð svæðisins og eðli þess og ásýnd og byggð og þess áttar. Það finnst mér bara vera allt of mikil ábyrgð sett á þessa einstaklingar. Ákvörðun til mörg hundruð ára. Já, til mörg hundruð ára. Það bara breytir eðli svæðisins og eðli byggðar þarna alla framtíð. Ok, en ef að litla sveitafélag getur ekki tekið ákvörðun, Vestfirðir ekki heldur, hver á að taka þessu ákvörðun? Ég hef ekki svar við því. Hugsanlega þyrfti að setja einhvers konar svona stóra nefnd eða stórt ráð til þess að halda utan þessu verkefni. Þetta er ekki bara í Árneshreppi, þú nefnir hérna Reykhólasveit, það sem eru líka fámenn sveitafélag og það er náttúrulega eiginlega ótakt að íbúar í Reykhólasveit geti tekið þá ákvörðunum að leyfa risastóran vindmyllugarð á svæði sem að ber það eiginlega ekki svona mínu mati bara svona varandi hvernig ásýnd landsins breytist. Þannig að ég veit ekki, við þurfum bara að ræða þetta, við þurfum að hefja samtali bara hvernig. Veðrin sem að eru þarna á þessu svæði, hérna í Garpsdal, þar sem við verðum að tala um að byggja hjá þessar vindturbínur þarna. Já, þetta er Gilsfirði eða ekki satt? Þetta er Gilsfirði, já. Þetta er Reykhólasveit en svona Barðarstranda megin. Já, ég veit fólk sem er hinum megin sem að mun að þurfa að horfa á þetta yfir Gilsfirði og það vill ekki sjá þetta. Já, það er bara einmitt, þetta er bara þannig einmitt. Það sem að ég skil ekki alveg í þessu er, ég meina ef það er tekin hann ákvörðun og það eru hann einhverju sveitungar, þeir eru sáttir við þetta, ég meina þetta eru tilraunaverkefni. Og það er þannig einhverjum menn sem að sjá sér einhvern hag í að búa til þessar vindturbínur. Ég meina að það hlýtur að koma alls konar einhver sóðaskapur bara eða skemmdir eða þetta bilar og það þarf að taka þetta niður og annars slíkt. Er það þá, hver mun þá koma til með að bera og sitja uppi með þann skaða allan? Þeir sem er reykjanda. Já, en svo líka eitt í þessu bara, þurfum við að svo halda? Svona félagsstaðan í þessu að þeir eru svona fámenn sveitafélag og það er að tala svo stúrt á þeirra mælikvarða, sem bara yfirgengilegt og óafturkræft til dæmis eins og á ströndum og þannig að þá klofnar kannski, þú sagði 20 manns á kjörskrá, segjum bara kannski 40 manns sem geta voruð bara svarnir og óvinnir eftir þetta. Bara eins og í erfðadeilum í fjölskyldu. Já, bara ósætti og þeir sem eru á móti þessu, þeir vilja bara ekki breyta þessum hlutalandinu eins mikið og það mun gerast með virkjunni. En svo líka bara eins og sama með í Garpsdal, það er eitthvað sem vilja leysa eitthvað vindmyllugarð sem við vil ekki sjá þetta er bara eyðileggur sveitin okkar. En af hverju þurfum við svona mikið rafmagn? Getur einhver útskýrt það fyrir mér svona eins og og hvað fá bara íbúar í Reykhólasveit út úr þessu verkefni? Fá þeir eitthvað aukin lífsgæði? 4 störf. Já, aukin lífsgæði, 4 störf. Já, það er alltaf sem, það átti að vera 1 starf eftir í Árneshreppi. Þetta náttúrulega, þetta sjáum við bara að þetta er fyrir eitthvað annan heldur en svæðið. Alltaf var að tala um það að þetta sé svo gott fyrir svæðið, það var að tala um að hvalavirkjun er svo góð fyrir Árneshrepp, átti að vera 1 heilsársstarf, en auðurinn af þessari framleiðslu, hann átti allir að fara í vasa þessar einkaaðila. Ross Beatty, þetta hefði ekki sem var eigandi Magma HS-orku, hann var búinn að selja þetta sem svona gullkálfinn í sínu fjárfestingafélagi Magma og svo
ítalskur mafjósi, þannig að þú sér bara, þeir áttu að græða þessu. HS Orka þannig í dag að þeir sem reka HS Orku, það eitthvað fyrirtæki sem með rísa lán frá móðufyrirtækinu og borgar vexti þar. Þannig að HS Orka eiginlega fyrir opnum tjöldum að svíkjenda skatti alla daga, en það bara ekkert gert í þessu. Nei. Og þetta svona dæmi það hvernig að þessi erlenda fjárfesting svo kallaða, hún kemur náttúrulega bara til þess að soga peningana út úr landinu. Og þessi félög sem hérna fyrir, þau alltaf í stór skuld við móðufélagið og sína aldrei. Sem var að byrja að borga held ég einhverja smá tekjuskatt í fyrra. Bara smánarlega. En ég veit ekki hvernig á að leysa þetta öðruvísi heldur en að það þarf að vera eitthvað svona samfélagsins áttumynda vegna þess að þetta eru náttúrulega svona stóra spurningar. Þetta ekki bara eitthvað svona staðbundin, tímabundin verkefni. Þetta eru stóra siðferðislega spurningar hvort að við ætlum að taka þessi landsvæði, breyta ásýnd landsins, breyta æðli byggðana á þessum svæðum og það geta íbúarnir sem að búa þarna mjög tímabundið, mjög fáir, eiginlega ekki gert og það eiginlega ekki að ætlast til þess að þeir geti axlað þessa ábyrgð og sérstaklega ef að svona einhverju tímabundin hagsmuni hugsanlega koma með því. Það bara, þess vegna þarf þetta bara að vera stærri í sniðum. Sko í vindmyllunum þá það sko eitthvað 20 verkefni sem eru eiginlega bara í burðarliðnum, eru bara á leiðinni. Þannig að það að opna þetta núna, þetta fyrsta leyfi sem veitt þess að svona ævintýra gullaðismönnum, af því að það sem að búa í Blöndu og þarna eitthvað staðar nálægt Þjórsá, að það á vegum Landsvirkjunar sem hefur möguleika á því að sko mæta þegar það logn, þá þarf einhver að skaffa rafmagn og þegar mikill vindur þá þarf að draga úr rafmagninu, en þessir hafa enga slíka getu. Þannig ef að þeir fá þetta samþykkt í gegnum ráðherrann, að þá má búast við að verði vindmyllur bara, verður lóðdýraæðið í Kanada verður bara hlægilegt í samfélagi. Og sjókvíinn og eins og fiskeldi. Það bara komið inn á hringinn í kring land. En svo sér maður líka eitt svona megin þema í þessu öllu saman að sko þessi fjárfestingar samfélag sem að standa á bakvið svona annars vegar vindorkuna eða vassaflvirkjanir og þess að þeir svona eru flinkir í að kaupa til fylgilags við sér svona einhverja afdankaða stjórnmálamenn sem hafa góða tengingar inn í stjórnkerfið. Maður sér þetta á þessum fundum hvernig þessi aðilar fara fyrir hagsmunasamtökunum þeirra eða ákveðnum verkefnum. Það sér maður nöfn sem að þekkir sem hafa verið inn á Alþingi eða verið í stjórnkerfið. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins meira og minna. Já, ekki bara og líka Samfylkingarna. Helgi Hjörvar til dæmis, hann fer fyrir einu svona vindaflökk. Já, ég sá nafnið hans á svona ráðstefnu þess að vera að kynna vindmyllverkefni í Borgarfirði. Hann fer fyrir því. Og svo sá maður bara Einar Kristinn Guðmundsson fyrir fiskeldið, Halldór Halldórsson fyrir kísil, þetta ekki kísil, verksmiðjurnar í Súðavík og Bíldudal. Þeir eru duglegir við þetta. Það fyrirverandi stjórnmálamaður, hvað hann að selja? Hann getur selt tengslanir sitt og hverju vilja kaupa? Það einhverju erlendir fjárfestar sem þekki Ísland ekki raskat og þá bara kaupir 2-3 þingmenn fyrirverandi, eða ekki? Jú, það bara finnst það leikurinn. Já. Þá þarf að leggja þetta vel á borðið fyrir fjárfestana. Já, þetta er svo stóra spurningar. Ætlum við að skipta takt svona all svakalega á þessu svæðum? Ég meina, auðvitað getum við ekki látið tilfinninga svona tilfinningarnar ráða öllu svona einhverja náttúru sín og svona. Ég ekki að segja það og ég alls ekki þar. Ég reyni að vera pragmatískur og ég hugsaði vegna þess að ég vann nú að þessu Hvalárverkefni því ég kom inn fyrst heim úr námi, þá var ég með hluta af þessu verkefni að borði hjá mér því ég vann hjá VFSO og var svona minnst að rýna í það. Þá var þetta líka bara allt öðru þessu verkefni sko. Þá var næstu heilmikið minna átt að fara rafmagnis með sæstrengin á Ísafjörð. En svo þegar að koma þessi verkefni aftur 2014-15 þá átti rafmagnið bara að fara inn á kerfið, hringkerfið og kaupendurnir voru að mestu leyti gagnaver. Þannig að sko það þarf að hugsa líka bara hver eru samfélagslegur svona samfélagið ágóðun af þessu. Ef það er þannig að þú ert með eitthvað svæði, jaðarsvæði sem hefur hreinlega bara ekki orku og það er bara lífspursmál fyrir það að það fái orku úr þeim auðlindum sem eru á staðnum, þá náttúrulega kemur allt annað sjónarmið inn í umræðinu og þá má kannski fara lengra með svona verkefni sem að öðru leyti kannski ætti að bakka með. En það væri þá bara sveitarfélögin sjálf sem að myndi þá sinna því væntanlega ekki einhverju auðmenn? Já, fyrir utan það, þetta náttúrulega
öll svona orkuöflun að vera á hendi hins opinbera. Þetta er verið að breyta orkukerfin okkar yfir í því að verða svona gullgrafara kerfi fyrir þá sem að vilja auðgast. Það á sama við húsnæðiskerfið sem hefur orðið bara umbreyst á undanförnum árum og í Leigjendasamtökunum hafa verið að berjast fyrir að það verði snúið á braut. Er eitthvað að frétta því? Ég sé ekki plön í þessar ríkisstjórn, það er ekki einu svona glærusýningar. Nei, það er bara engin plön og ég bar mikla væntingar til ríkisstjórnarinnar þegar hún var mynduð rétt fyrir jólin því þarna eru aðilar sem hafa verið duglegir að berjast fyrir málefni leigjenda og bara tala fyrir húsnæðismarkaðnum. Það voru einstaklingar sem inn í Samfylkingunni eru í ráðherrastól sem voru bandamenn leigjenda mikið til allt síðasta kjörtímabil. Þannig fyrirvandi formaður VR, formaður nefndar og áhrifamikið innan ríkisstjórnarinnar. En samt sé ég... Fyrir ykkur húsnæðishópi, Ragnar Þór. Já, samt sé ég ekkert koma haldbært frá henni. Það eru tillögur að þrengja að Airbnb sem mun skila mjög takmörkuðum áhrifum og þau munu taka langan tíma að koma fram á meðan húsnæðisskorturinn kannski aukast 1000 til 1500 íbúðir hver einasta ári og hann að auka á neyð leigjenda. Það að auka valda ójafnvægi á milli leigjendan og leigusalans út af þessum skorti og þannig komin náttúrulega einhver svona hákarla menning sem að þrífst á neyð leigjenda og kannski eru þessi hákarlar og kannski þeir allar stærstu bara svo valdamiklir í samfélaginu að svona þegjandi þessu viðhald í þessu ástandi og þetta réttur þeirra til þess að græða á sér. Hann er bara æðri rétti þínum til þess að búa í öruggu húsnæði? Já, svo sjáum við bara stór hagsmunasamtök vera amast við því að Bjarg sé búin að byggja hérna á síðustu 10 árum 1000 íbúðir. Þetta eru 100 íbúðir á ári. Ég fagnaði tilkomu Bjargs og hef alltaf bara hrósað því verkefni. En þegar að vera að nota Bjarg sem eitthvað svona einhvers konar rökfærslu fyrir því að það sé verið að koma móts við neyðina húsnæðismarkaði, þá er það bara einfaldlega ekki rétt vegna þess að þetta hefur ekkert að segja. Þú ert með Bjarg í kringum innan við 1% af íslensku húsnæðismarkaði. Það hefur mikið að segja fyrir það fólk sem fær að vera fær íbúðir. Já, en þetta hefur ekkert að segja stöðu þeirra sem að komast ekki vandan sjálfan. Nei, þetta er bara nákvæmlega eins og væri með 5.000 manns í sjónum og væri með gúmmibát sem geti tekið 10 og getur sagt, þetta er nú gott fyrir þessa 10 en hinn 4.990 þeir bara verða að svamla þarna og einn að drukna. Þannig að það er ekki að segja að við gerum þó eitthvað meðan þú horfir á alla massan þjást og vera að tróða marfaðan og reyna að halda lífi í sér og bönnum sín. Þess vegna finnst mér þetta bara ekki viðeigandi að nota Bjarg og segja svo mikið höfum við gert meðan að þetta er bara dropi í hafið. Ef að Bjarg og önnur verkefni, svona óhagnaðurinn verkefni, eru komin í 25-30% af minnstakosti leigumarkaðnum og helst af öllum húsnæðismarkaði, þá er þetta að fara að segja. Þetta er búið að breyta öllu eða breyta miklu og breyta til batnaðar. Það er ekki hægt að segja að þetta hafi breytt til batnaðar nema fyrir þessi örfáu fjölskyldur sem komast þarna inn. Meðan húsaleiga hækkar á 2-3 árum úr 260-70.000 krónur í 430.000. Ætlar þú að segja það við þá fjölskyldu? Já, það komst nú ein fjölskylda inn í Bjarg núna í síðustu viku. Það verður ekkert að segja fyrir þessa fjölskyldu. Og allar 1000 fjölskyldur sem að búa við nákvæmlega þessa aðstæður. Þú sagði 430.000. Já, það var bara frétt í DFF hérna fyrir nokkrum vikur síðan fjölskyldur sem komst þó inn í íbúð hjá leigufélaginu Blæ sem að húsaleiga hafi hækkað á tæpum 4 árum úr 260 í 430.000. Þetta er ekkert einsdæmi. Ég veit mörg svona dæmi og mörg verri. Þannig að þetta er bara hverjum degi. Það berast okkur erindi og ég fæ mikið af persónulegum símtölum og sendingum þar sem verða að segja mig bara frá, fólk er að segja frá aðstæðu sínum og oft bara í miklum átökum við leigusalana vegna þess að fólk getur ekki þrátt fyrir þessi lögbundnu réttindi sem það hefur samkvæmt húsaleigulögunum sem eru þó veik að það er erfitt fyrir fólk í þessari stöðu að athafna sig á móti leigusalanum þegar að veit af því að ef það missir þessi íbúð sem það þó býr í að þá tekur ekkert við.
Það ekkert þarna úti. Það svona 5 fjölskyldur hver einustu lausu íbúð sem losnar á leigumarkaði. Þetta hryllingur. Þetta hryllingur. Ég skil ekki, eftir öll þessi ár, að það sé ekki búið að vera bara eitthvað þjóðar átak í þessu. Bara eins og hefði orðið bara snjóflóð eða eldgos í Grindavík. Það var nú alla þjóðarátak. Nei, en þó allavega... Þegar ég var barn þá var þjóðarátak að koma Vestmanningum undir þak og þá voru reist viðlagsjóðs. Já, heilu hverfin hérna margt. Það var ekkert svoleiðis. Nei, ekkert svoleiðis verið gert. Ég heyri alltaf tala þjóðarátak út af geðheilbrigðismálum barna, það er ég heyri aldrei, svo verður aldrei neitt að þessu. Nei. Sko, það verður bara svo að tala við Grím áðan og Guðmund núna. Og þá er það þannig að sem sagt innviðaskuldin hún er svona mikil. Á sama tíma er fólk á Alþingi að berjast gegn hækkun á sköttum með hverju sem til að fara inn í þessa hítu. Og eða öllum þessum ómælda tíma í að tala eitthvað sem að skiptir kannski ábúrslega litlu máli svona í hinu stóra samhengi. Skiptir örfáum máli, hvort að þeir eigi ég man ekki hvað á Samherji mikið, 170 milljarða eða hvort þeir eigi 169,5. Einmitt. Já, svo er svona einn angi að þessu sem að náttúrulega ætti að vera meiri í umræðinu. Það er alla líkur á því að eftir svona 20 ár þá munu svona 35% af Íslendingum koma á lífeyrisaldur verandi á leigumarkaði. Óregluvætum stjórnlausum leigumarkaði. Hingað til hefur þetta verið svona meðaltali svona 3-5-6% fer til verkefælisfélögunum og lífeyrissjóðunum hversu stór hluti sjóðsfélagana er á leigumarkaði þegar koma á lífeyrisaldur vegna þess að lífeyriskerfi okkar svolítið byggt upp þannig að þú átt að svona flestir búa í skuldlausu eigin húsnæði komin á lífeyrisaldur eiga kannski fullt af eigin fél. Þá getur þú mögulega lifað af eftirlaununum þínum. En ef þú ert á leigumarkaði, gleymdu því. Já, gleymdu því. Bara gleymdu því. Að þú getur jafnvel losað þessa eign sem þú átt, flutt í minna og nýttir þetta fé til þess að eiga þá þetta áhyggjulausa ævikvöld sem ég heyrði bara fyrst nefnt þegar ég er bara smákrakki í Vestri Bolungarvík, það var alltaf að tala um þetta. En þetta, þetta lífeyrisþegar framtíðarinnar horfa upp og lifa við algjöra hörmungar. Þú kemur til okkar að ræða sérstaklega eftirlauna fólk á leigumarkaði en við viljum að slá botnin í þetta vegna þess að á hinni rásinni, almannaútvarpinu sem er ríkisútvarpið, að þar er að fara að byrja fréttir eftir örskamma stund. Við vorum með fréttir kl. 7 á svona eðlilegum tíma og þar við erum að reyna að hafa skemmtilega fréttir en tala alvarleg mál. Við höfum talað mikið alvarlegum málum í kvöld en reynum að gera það með svona eðlilegum hætti. Og takk fyrir að koma og hjálpa okkur við það. Takk fyrir mig. Ég minni á að samstöðin er tilraunaverkefni og það bara hangir upp á því að fólk þann úti sem að horfir og hlustar sláist í hóp með okkur og gerist áskrifundur. Og þú vilt vera í þeim hópi sem heldur upp í samstöðunni til að vera mikilvægi í lýðræðislegu samfélagi að þá getur farið inn á samstöðun.is þar hneppur sem ástættur áskrift og skráð þig. Það ég sagði í gær að hefðu 5 skráð sig fyrir 6 áskriftum þann daginn, ég taldi það ekki, ég kíkti bara í dag að þá voru komin 4 fyrir 5 þannig að þetta hægt og bítandi mjakast inn þannig að það er að átakan úti að renna stoðum undir samstöðuna svo við getum haldið áfram. Draumur okkar er að geta vera áfram með þennan fréttatíma en til þess að þá þurfum við að stuðning frá ykkur. En takk fyrir í bili, við verðum hérna aftur annað kvöld klukkan 7 þegar það verður fótbolti á RÚV, þá verður fréttir á samstöðunni. En takk fyrir í bili.